Good. Þá settur 49. fundur íbúðarráðs Miðborgar og Hlíða, síðasti vetrarfundur þessa árs. Fyrst á dagskrá, við erum með góða gesti frá Vesturmiðstöð sem ætla að kynna þessu verkefnið velkomin fyrir okkur. Við kannski gefum ykkur bara orðið, við vorum kannski ekki ráð fyrir svona hálftíma á ykkur í mesta lagi, þið meira styrkja það þið viljið. Einum. En mér er Sigríður Arndís og með mér Karen. Já. Og Þið veit að við erum í streymi. Ég veit að við erum í streymi þess að verðist búið hvar við ætlum að standa. En ég ætla að fá að kynna fyrir ykkur hérna verkefnið velkomin í hverfið. Og já, þú varst að you were going to push the button. Já. Og þetta er verkefnið þar sem við erum að taka á móti fjölskyldum og aðlaga þær að samfélaginu hjá okkur. Þetta verkefni þetta var samþykkt frá 2018 þar sem við vorum að móta okkur þessa móttökuáætlanir og þá var einn hluti af þessari skýrslu barna innflytjandi flóttafólk og umsækjandi alþjóðlega vernd að vera með móttökuáætlun sem heitir velkomin í hverfið. Og við höfum fylgt þessu bara mjög vel eftir og þarna eru svona áherslur ráða að þetta verkefni hlutverk okkar á þjónustumiðstöðvum að leiða þetta verkefni í samstarfi við grunn- og leikskólana og frístundina og einnig það verið að leggja áherslu í þessu verkefni líka að styðja við virkni þátttöku barna inn í íþróttastarfi eða í svona félagslegri virkni. Ég kasta bara í svo mér finnst skipta máli að þetta eru stefnuverkefni í velferðarstofnun okkar og þetta er svona verkefni þar sem við erum eiginlega að uppfylla alla þessa 7 þætti og það skiptir svo miklu máli að við sjáum að þegar við erum að vinna verkefni að við erum að vinna eftir því sem að stendur í stefnunum okkar. En hún er svona lengi. Ok, þannig að við verðum þolinmóðir. Þetta eru svona fjöldatölunar yfir Reykjavík sem sýnir okkur, það var sendur út spurningalisti til allra skólastjóra grunnskólana hérna í hverfunum og þau svöruðu hvað þau tóku á móti mörgum nýjum nemendum á síðasta vetri inn í skólana og þá er ég að tala þetta nemendur sem eru með stíga fyrstu skrefi sinni inn í Íslands samfélag og þeir sjáum munin á því og þessar tölur skiptir svo miklu máli að Vesturmiðstöð og Norðurmiðstöð er fjölmennasta hópinn sem er að koma í fyrstu snertingu og það er svo þjónustan og þingslin eru svolítið þar. Sveppin að spyrja. Endilega. Þessi 97, það er þá skólanir Hlíðaskóli, Hádegisskóli, Austurbæjarskóli, Hagaskóli og skólanir undir Grandaskóli, Vesturskóli, Melaskóli. Þetta okkar skólar í Vesturbæ, Miðborgar og Hlíð. Þetta er bara 1 ár. Þetta er tímabil, þetta er eiginlega 1 skólaár. Já. Þannig að Einn spurning bara, svo við skiljum þetta af kringlusvæðinu, það er Vesturmiðstöð. Vesturmiðstöð þjónar Hlíðahverfi, Miðborg og Vesturbæ. Það eru skólanir okkar. Þeir eru sameiningar á 2 stöðum eins og þeir voru með Miðborgstöð og svo Vesturbæ. Já, hérna í gamla dag voru það. En hérna erum við með alla þessa skólaundir. Þetta 10 grunnskólar sem hérna undir og inn í þessu tölum náttúrulega Landakotsskóli, Tjarnarskóli og en við erum ekki með tölur frá þeim. En það einhver börn. En það sem ég skipta máli og skipta máli fyrir ykkur að sjá hvar fólkið er. Hvar fólkið er að koma og fólkið er að koma inn í okkar hverfi þannig að það skiptir svo miklu máli. Ok, næsta. Síðan þetta bara móttökuáætlunin, hvernig við gerum þetta. Við erum verkefni heitir velkomin í hverfið þitt, þar sem við erum bara að taka mótum. Og við gerum það með þeim hætti að þetta eru svona 2 fundir. Skólarnir byrja alltaf á því að boða til fyrsta fundar
þegar það komin ný fjölskylda af erlendum uppruna inn í skólann og skólinn nýtir sér móttökuáætlunina sína. Og við erum bara, þetta auka verkefni styðjandi við móttökuáætlunina. Þannig að þetta er ekki eitthvað nýtt, heldur þetta styðjandi við. Grunnskólarnir sjáum einmitt, það er bara boðað skólabarn á fjölskyldan, umsjónarkennar, skólahjúkrunarfræðingur, starfsmenn frá velkomuverkefnum, það eru við, skólinn sér nú boða okkur, deildarstjóri og fulltrúi verkefnisins úr skólanum og það er tengiliður í hverjum skóla við verkefnið, velkomuverkefnið og síðan túlkur. Og þarna eru skólarnir að boða og þá greiðir skólinn túlkaþjónustu. Síðan erum við með fund sem heitir samfélagsfundur og ég vona allir þekki samfélagshús. Er það ekki? Já, samfélagshús, þegar við erum með þrjú samfélagshús í okkar hverfi sem við erum mjög stolt af og nýtum það á þessum fundi. Og þá er það við sem að boðum fundin og bjóðum þeim út í samfélagshúsinu okkar og þá bjóðum við fulltrúum frístundar með inn í það að frístundir skipti gríðarlega miklu máli og við fáum svona vægi til þess að koma sínum upplýsingum til barnsins og fjölskyldu. Við boðum alla fjölskyldina og það var ekki bara nemandi og barnið, heldur öll fjölskyldan að þegar við vitum það í mörgum fjölskyldum ekki bara foreldrar og barn, það getur verið börn sem eldri, það getur verið börn sem yngri og afar og ömmur sem okkur finnst mjög mikilvægt að ná til í fyrstu snertingu. Þarna erum við líka með túlk og þá er það við sem borgum það. Síðan erum við svona stöðufund, þá erum við að skoða, eru þarfirnar það miklu að við þurfum að fylgja málunum eftir. Og þetta sem sagt í raun gert fyrir hvert einasta barn um leið og kemur inn í kerfið? Einasta barn. Það er ekkert barn sem kemur inn í skólann, sem liggur við erlendna. Þetta eru líka, það er ekki bara flótta, og með sem inn í samflóð og samræðum móttöku, heldur gerir þetta líka með börnum sem að koma frá Hollandi eða Danmörku eða hvað sem allir þeir sem eru nýir erlendis frá fá þessa þjónustu hjá. Bara þannig að við séum líka þannig að þið áttu ykkur á hvað það er sem við erum að gera, grunnskólanum leggjum áherslu á og allar þessar verklagsreglur unnum við í samstarfi við allir þeir sem koma verkefnin inn í skólanum, inn í leikskólum og við og ráðgjafar hjá okkur, við unnum þetta saman út frá þörfum, hvað það það sem skiptir máli að komi fram í þessu viðtöl. Þannig að það var farið yfir það, móttökuáætlunin er orðin skýr fyrir hjá skólanum. Við erum hann með nýtt sem heitir að vera foreldri barns í grunnskóla á Íslandi. Þetta svona mikilvægar upplýsingar sem skiptir miklu máli að foreldrar fái strax að heyra það er ýmislegt sem foreldrar vita ekki alveg nákvæmlega hvernig kerfin virka hjá okkur. Við ræðum veikindatilkynningar, að það ekki hægt að barnið sé heima og tilkynna eða mæti ekki skólann og bara að passa eða hjálpa til í vinnu annars þar. Það þarf að óska eða tilkynna veikindi eða tilkynna inn og barnið sé ekki mætt og leyfisóskirnar. Við tölum foreldrafræðslu mikilvægi þess að taka þátt í foreldrafræðslu á vegum skólana, samskiptaleiðin. Við erum ofta að taka á móti foreldrar sem eru kannski ekki læsa eða skrifa á sitt eigin tungumál. Þá þurfum við að velja þarna strax hvernig ætlum við að vera í góðum samskiptum. Get ekki lesið, þá þurfum við að vera með talskilaboð eða notar aðra leiðir. Síðan þetta trúarbragðafræði. Við systum svolítið þegar við förum að ræða það, þetta er svolítið veikbarnir. En við tökum umræðuna það að því við þurfum ekki. Síðan umsjónarkennararnir þeir eru með stundatöflu. Í langflestu tilfellum eru kennararnir farin að vera með sjónræna stundatöflu, eða myndræna stundatöflu ætla ég nú að segja. Við tölum heimanámið, umsjónarkennari ræðir aftur hvernig ætla að vera í samskiptum, við tölum íþrótt og við tölum sund. Sund er líka svona annar þáttur sem við erum svolítið svona hræddir hvernig við að vinna með. En við tökum umræðan það, við ákveðum hvernig við ætlum að hafa það. Hádegismat, fatnað, skólagögnin og allt þetta. Síðan förum við yfir á, þannig kemur hjúkrunarfræðingur, mikilvægt að skólahjúkrunarfræðingur sé alltaf með okkur á þessum fundum til að bara fara yfir hvert svona hvernig lítur heilbrigðiskerfið okkar út, fá allar þessi vottor og það á þarf að halda, stuðningu við að skrá sín í heilsugæslum og annað, fara yfir bólusetningar og tala tannlæknaþjónustu, hún sé frí og aftur.
mjög upptekin á þessu að það séu góðar samskiptaleiðir, eins og við sjáum hérna hjá okkur í glerunum. Síðan erum við starfsmenn, þannig erum við bara ennþá inn í grunnskólanum, þannig förum við aðeins yfir, við kynnum okkur hlutverk, segjum aðeins frá verkefninu, við bjóðum upp á þetta að það sé til næsta fundar, við gerum það með kortum, teiknum oft upp leiðina frá heiman og að þeim stað sem við ætlum að hittast. Við segjum þeim frá því að það verði staddir fulltrúar frá frístundamiðstöðunum eða frístundaheimilunum. Við leggjum áherslu á það að öll fjölskyldan mæti og við segjum af hverju það vegna þess að við erum ekki bara að vinna með virkni fyrir börnin, heldur erum við einnig að styðja við og aðallega alla fjölskylduna. Síðan þetta með heimsækja frístundaheimili eða félagsmiðstöð, hitta fulltrúarna þar, það svona mismunandi hvernig hvort þau bjóði að þeim áfram. Okay. Síðan förum við yfir í samfélagsfundin okkar, þá það við sem að boðum það og þá förum við aðeins yfir að við sem að tengja fjölskyldunar við starfsemin, af því að starfsemin í samfélagshúsunum er gríðarlega mikil virkni þar fyrir allan aldur og við reynum að tengja þau þessu þurfum á því að halda inn í húsin okkar og það eru flestar fjölskyldur sem ekki búin að myndast tengslunni, mynda þá það verður öryggisþáttur í þeirra lífum með þeirra fólks. Það starfsfólk okkar vegum, það er ýmislegt sem við líka tekið þátt í og annað, þannig að það skiptir okkur miklu máli að þau tengist vel þarna inn. Og það eins og ég segi, þannig að starfsmenn frístundamiðstöðvar sem fara yfir sitt starf og aftur þurfa ekki að koma inn og segja, dagskrán okkar lítur svona út, var ball á föstudögum eða borðtennis á þriðjudögum. Heldur við að segja af hverju erum við með félagsmiðstöð, af hverju erum við með frístundaheimili, hversu mikilvægt það þessar félagslegu tengingar og vinatengslin og lærdómurinn í leiknum að læra málið. Okay. Þetta svona bara starfsemin, við erum búin að fara yfir þetta allt saman, frístundaheimilin, að við skoðum líka sérþarfir, hvernig þarf aðstoð við skráningu þannig ef það frístundaheimili og ef það eitthvað sérþarfi þá þau fá ekki neina undanþágu heldur beinum við þeim á leiðir hvernig kerfið okkar virkar eins og ef að nýbúin að vera með heyrnleysi. Það bendum við þeim á leiðir til þess að mæta því eins og allir aðrir gera. Þetta verður sömu leiðirna sem við notum. Hlutverk foreldra barns í frístundastarfi, hvað þýðir það? Hvað að vera með barnið, má barnið mitt vera úti til 10 á hvernig þegar félagsmiðstöðin opin til 10. Can you go back? Já, of course. Og síðan tökum við starfsmenn velkomverkefni sem við förum aðeins yfir hvernig lítur hverfið okkar út. Við erum með bæklinga þar sem við erum að segja aðeins hvernig þjónustan lítur út. Við skráum og kynnum mentor- og tungumálatorgið, svona stuðningstæki fyrir mentorum að allir foreldrar þekkja mentor. Og tungumálatorgið svona tungumálatorg þar sem fullt af orðum sem hægt að hlusta á íslensku, svona hljóðrænt. Hlutverk foreldra barns förum aftur í þetta, hvað að gera, hvað kröfur að gera á okkur. Við kynnum rafrænu, við skráum inn, við kynnum frístundakortið, sýnum hvernig það virkar og síðan erum við að ræða þetta sem heitir félagsleg virkni barnsins og áhuga þess að þátttöku inn í frístunda eða virknistarfi. Síðan erum við líka, þegar við erum í samfélagshúsi að þegar við fáum all fjölskylduna þá erum við þó fókusin á verkefninu sé mikið við börnin að þá erum við til dæmis þegar það fullorðið fólki í fjölskyldunni þá erum við strax að tengja þau inni af því að við erum velferðarsvið. Við þekkjum kerfið okkar og eldra fólki undir okkur að þá erum við að ná þeim inn í gegnum þetta samtal. Sýnum þeim, förum yfir þá, tengjum þannig að þá í framhaldinu getum við stutt við og ef þau þurfa á einhverjum stuðningi að halda. Ég ætla að spyrja því að þetta skiljanlega kannski dálítið barnameðal hvort það væri eitthvað hjá borginni sem væri svona sambarlegt og þegar kemur fullorðið fólk út undan án barna. Já, það það ekki. Nei. Það ekki, ef þú komir í gegnum samræmda móttöku, þá en það ekki svona skýrt ferli sem fer af stað.
En við erum í velferðinni núna, þá erum við alltaf að leggja meira áherslu á virknina. Og það svolítið sá þáttur, bæði virknina og blöndun. Og við séum ekki aðgreina hópum frá, heldur að við séum að nýta það sem við höfum til staðar í nærumhverfum okkar. Þess vegna erum við, ég ætla að segja það aftur háttaskist, þess vegna eru samfélagsfræðin eitthvað svo óbúslega mikilvægt að það er svo breiður aldur, þáttakanir svo mikilvægt. Og þarna náum við líka, því þetta ekki, við tökum fundin út úr skólanum eða út úr leikskólum, höfðum þarna hjá okkur, þá verður þetta hlutlaus staður líka. Og við erum líka að vinna með virkni foreldrum. Oft á tíðum eru foreldrum kannski ekki komið með atvinnu eða ekki neinni virkni, þá búum við til þennan stað í svona öryggis hluta, þau geta mætt hérna, þau geta komið og tekið þá, kynna starfsfólkinu og geta þá fá þau aðstoð frá starfsmönnum, þetta almenna, þetta ekki félagságjafar sem starfa þarna, en þau geta fengið almenna aðstoð við aðlagast inn í ef þau þurfa á auka stuðning að halda og það kemur upp, að þá beinum við þeim á leiðinu hvernig þau geta farið inn í það kerfi. Eina spurningu, rétt sem Pétur bendur að þetta svo til mér að við, og ég held að öll sem skiljum þetta eigi frekar við svona ferli á grunnskólaaldri. Svona akkar að velta fyrir mig með þeir sem eru frá því að vera í 10. bekk og 18 ára. 16 Já, svona, ég gæti ímynd vera ef það væri koma einstaklingar með fólki eða bara einn og sér, hann gæti verið einstaklingum fallaðan mikið. Það er svona forvitið. Algjörlega, og við gerum það þess vegna aftur, leggjum við svo miklu áherslu á all fjölskyldumæti. Af því að þegar við erum með börn er ekki á grunnskólaaldri, að þá biðjum við að koma og við erum með samtal og samstarf á milli hins og síns. Og við erum veitaðum mikla aðstæði í að hvað er framhaldsskóli, hvað þeir geta sótt við erum í tengingu við tækniskólann, þar sem íslensku deildin og við erum að veita stuðning. Við erum með samstarf við Háskóla Ísland í alls konar svona brúarverkefnum og annað. Þannig að þetta er háði fjölskyldan sem að koma sé með barn á leik eða grunnskóla. En það er síðan alltaf að því að þetta virkar svona, að því að þetta gengur svona, að þá eru félagsráðgjafarnir. Þeir sjá þar 16 eða 17 ára einstaklingur hérna, hann að flytja inn, fjölskyldan það vantar virkni, gæti þið tekið velkomin viðtal við hann og þá gerum við það. Af því það er metnaður okkur að skipta okkur öllum máli að þau séu í einhvers konar virkni. Þannig að þjónustan gagnvart þessum einstaklingum ekkert, hún á ekkert að droppa eða hún á ekkert að vera neitt verri eða einstaklingur á þessum aldri. Jú, verður það er náttúrulega erfiðar að vinna með þennan hóp. 16-18 hópurinn alltaf svolítið svona, það vantar svolítið svona úrræði fyrir við, eins og við vitum öll. En við reynum að nýta okkur ekki resursa, heldur það sem í boði fyrir við. Við erum að nýta okkur það sem í boði og reynum að tengja það vel inn og við notum þessa námsvirkni, við notum þessi námskeið sem upp í hinu húsi, við notum íþróttirnar og við notum allt það sem við eigum og stundum höfum við að vera að fletti þá erum við að tengja það líka inn í íþróttastarf. Þetta verkefni sem samstarf við íþróttafélagana þegar við vitum það að þarna í gegnum virknina hjá börnum okkur þá við auðvitað með að komast inn í samfélagið. Þannig að við leggjum gríðarlega miklu áherslu á það að næstu því öll börn verði einhvers konar skráð í einhvers konar virkni. Og það náttúrulega íþróttafélagin þarna í stór hluti barna sem inn í íþróttafélagum okkar. Og þessi áskorun við þurfum að auka þátttöku barna og ungmenna erlendum uppruna inn í íþróttastarfinu. Við þurfum að veita meiri stuðning. Það ekki bara skráði inn og segði mætt að þriðjutum í borðtærsinn og hitt hann Helga. Heldur þarf að fylgja þess eftir hvað þýðir að vera í borðtennis, hvað á ég að kaupa borðtennisbaðan, hvað kostar hann, allt þetta. Helst mæta 3 sinnum í viku allavega. Helst veita til þess að vera góður, og það þarf svona að fylgja því eftir hvað þetta þýðir. Við erum upplýsingar kostnað og búnað, þjálfararnir þeim vantar aðstoð við að taka á móti nýju þátttakendur, kannski kemur barn sem ekki tala ensku, ekki tala íslensku, hvernig ætlum við að ná til þess. Ekki það er allt mögulegt, en við þurfum að veita aðstoð til þess að þeir geti tekið vel á móti. Má ég spyrja svona þessu, það var þarna mjög
áhugavert tilraunaverkefni í Breiðholtinu Já. með Það er íþróttir fyrir alla. Já. Og ég sýna ykkur það eftir við erum komin með það hingað til okkar. Það var tekin ákvörðun það yrði keyrt í öllum hverfum þó svo við séum ekki með neitt fjármagn til að framkvæma það. En Breiðholt með fjármagnið og munið fjöldatölunar í þessu samhengi. Segir kannski ekki en það er gott fyrir ykkur að vita. En þetta er svona áskorun sem við stöndum fyrir. En við erum með samsóknarverkefni sem eru að fara af stað hérna í haust. Og ef ég fljót að fara í gegnum það, þá ætla ég að reyna að sýna ykkur myndbandir sem við ætlum að sýna inn í öllum skólum. En þar erum við að fara, það heitir Finndu kraftinn þinn, Find your passion. Og þar erum við að fara að mæta þessum áskorunum. Við erum ekki bara að tengja inn eins og ég sagði aftur, heldur erum við hvaða leiðir getum við nota til þess að þau haldi áfram inn í íþróttinu. Mér fannst skipta máli hérna líka að hérna á Vesturmiðstöð það eru all frístundaheimili og félagsmiðstöð þátttakendur í velkominverkefninu með okkur. Og það er gott fyrir ykkur að vita af því að þetta er mjög öflugt samstarfsnet og við þurfum öll að vera í takt til þess að mæta þessum ólíkum áskorunum sem við erum að vinna með. Fyrirgefðu. Já, ég var með íþrótta veistu, vitið þið svo hvernig gengum að halda áfram af því að það er bara, við vitum, við skráum þið inn og við eigum fundi með, það ferlið þannig, við skráum þið inn og við fylgjum þið inn í íþróttafélagi, inn í þá virkni, þetta ekki bara íþróttafélagi, inn í þá virkni sem það er sér, við hittum íþróttastjóra eða þjálfara og við búum til þetta samtal hvernig getum við mætt þessum einstaklingum sem er að byrja núna. Þegar það eru kofara fyrstu 3 mánuðir eru greiddir og síðan kemur greiðsluseðill eða það kemur mót eða það kemur kaup á búningana og þá verður alltaf stórt hlutfall sem þetta. En í þessu verkefni að þá erum við með örlítið fjármagn sem við fengum frá ríkinu til þess að mæta þessum og þá verðum við með svona styrktarsjóð sem við verðum í hjá okkur. Og þá getum við mætt þessu. Þannig að það er okkar von að við náum aðeins að styðja við til að vonandi gengur tilraunin vel í þessi 2 ár og við sjáum hversu mikilvægt það er að þessi stuðningur þarf að vera líka til þess að haldast inn. Þannig að en þetta er náttúrulega, þetta eru smá peningar fyrir okkur. Þetta eru milljóna á ári og þetta er bara. Já, einmitt. En það er alveg, þetta er peningur kannski fyrir fjölskyldunar. Því að frístundstyrkurinn, hann fáir kannski eina enn. Ég veit það. Næsta enn, þá ekki. Þannig að, og svo þarftu að borga fyrir mótinu og búnaðinn og allt þetta. Maður finnur bara svona, það byrja kannski og svo er það bara. Algjörlega, og við erum að þrýsta íþróttafélaginu og við erum með eitthvað styrktapotta þannig að það sé hægt að sækja eitthvað í það. Við erum að reyna að fá IBR til þess að segja hvernig ætlum að mæta svo þeir eru mjög duglegir að reyna að búa til stefnu og kannski komið með einhver leiðir, en þetta er vandi og þetta er bara, við bíðum mjög spennt eftir að fá það nýja vefum sem heitir frístundamótið, þar sem við erum líka að fá þetta sem er frítt, að þetta er bara stór vandi, þetta er ok. Ég maður kannski aðeins bara koma inn í þennan punkt að ég sjálfur með talsverð reynsla í þetta og okkur búin að fara í gegnum hana fyrir nokkur sem að fá foreldrar erlendu bara ekki brotnum með nýjan einstakling og að þetta sýndi túlkaþjónustu og þetta og akkurat sem þetta er bara búin að þetta og venjulegu þjálfari sem er nú öllu jafnvel kannski eitthvað yngri en ég með þessu yngri flokka þeir nota Facebook síðu til samskipta foreldrarnir oftar en ekki það engin tengi það er bara svona þetta bara mótum og svona svo er túlkavandamál því þú getur verið þjálfari með ákveðnar reglur inn á vefnum eða í umhverfinu og barnið skilur ekki og foreldrarnir ekki þess að skilur ekki þannig að þetta er gríðarlega áskorun og erfitt sérstaklega þú með að þetta eru oft yngri þjálfarar sem kannski á aldrinum 20 og kannski 25 þetta er bara orðið sem fyrir utan þeirra þannig að þetta er gríðarlega áskorun. En þess vegna erum við, ef við bara sáum hana áskorun og markmiðin okkar, við vitum þetta er staðrýnd en við vitum að fræðsla, skýriferðlar, að það séu leiðir fyrir þjálfarinn að segja hún Nanna er ekki búin að mæta á æfingu, hvað ætla að segja, ég get sett hérna inn í verkefnið, Finndu kraftinn þinn og þá veit ég að það verður einhvers konar stuðningur sem kemur mæta.
Þetta er gott að heyra, sko, því að Sigfús var bara að lýsa mínu veruleika fyrir 10 árum, sko. Ég veit, og við vitum það, og ég verð aftur að þegar ég er mjög vel tengd en ég get verið líka. Ég veit stöðuna innan hjá þjálfara og kröfurnar sem við getum gert á þjálfarana, þær eru kannski ekki alveg það sem við viljum. Við viljum að þau séu vakandi yfir öllum og þekki allir með nöfnum og viti hvernig þurfa að auka stuðning og svona. Það bara er ekki svoleiðis. Það bara, þú veist, og þá þurfum við að vinna með það. Og þá vinnum við með það að hafa skýra ferla, vera til taks, vera sýnileg út í íþróttafélagunum, aðstoða foreldra við að vera með skýra ferla líka, hvernig þau eiga að vinna, hvert eiga þau að leita þau. Þetta bara, og við þurfum alltaf að hjálpa stað. Þannig, nú er ég orðið, er ég ekki komin í tímapressu, já? Það eru 5 mínútur. 5 mínútur, já, hérna mig. Þið voru að hætta að spyrja svona mikið. Þetta segir líka, já, við erum gríðarlega öflugu samstarfi. Við erum með hérna fjölmenningateymi, hérna í Vesturmiðstöð, þar sem við erum að mæta allir þeir sem að koma að lífi fjölskylda velundum ykkur, við hittumst reglulega og við erum að ræða saman. Við fyrir vikið, þá erum við mjög meðvituð hvernig staðan er, hvaða hópar eru að koma inn í samfélagið okkar, staðan á þeim er og að við erum að reyna að mæta þeim með ýmis konar verkefnum og verkferlum. Þannig að, samstarfi ráðgjafana, þetta verkefni verður til þess að þetta er fram og tilbaka. Við komum með, ef það vantar stuðning, beinum fólki inn til ráðgjafana og ráðgjafarnir vita af okkur og þessu verkefni. Þannig að þegar þau eru með einstakling sem þau eru aðstoða, senda þau til okkar og þetta skiptir líka miklu máli. Það er þetta flæði sem er á milli, já. Að upplýsingagjöfin sé skýr, við erum að við erum einn bækling, sjáðu hvernig, þegar hann var að láta hann ganga. Finndu kraftinn þinn, þetta er bæklingur sem við notum og við erum með að myndrænan af því að tungumálið er ekki það sem við erum að vinna með, þetta erum við að reyna að vinna með að myndræna. Af hverju heitir verkefni Finndu kraftinn? Af því að við höfum þorið í að spyrja hvar liggur áhugasviðið þitt, ekki það að þú er að mæta fótboltaæfingu eða borðinusæfingu, að allir krakkarnir í bekknum er að fara, heldur að þú finnur svona kraftinn sjálfur og við aðstöðum við að skrá þig í það. Bæklingum kortakverfunum, þessi bæklingar, þessi gögn sem við erum með frá SFS, að verðum við barn í leik og grunnskóla, við tölum um móðurmálið, við fáum oft spurninguna, á ég að lesa, við höfum barnum út á íslensku, á ég að lesa á mínu eigin móðurmálið, við tökum það umræðu, við ræðum gullkistunar okkar sem eru bókasöfnin, upplýsingur frístundastarf og síðan nefnir hérna MEM-morgun. Aftur annað sem að þið þurfum að vita að við erum með opið leikskóla sem heitir MEM í samfélagshúsunum okkar inn í Bólstaðarhlíð og tvisvar sinnum á Aflagranda og þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa þetta þegar það er fullt af foreldrum og fjölskyldum og ungbarn sem ekki eru komin inn á leikskóla, er ekki neitt virkni að hafa svona opið leikskóla í okkar hverfi. Þetta er á 50-50 blöndin. Foreldrarnir okkar sem búa í hverfunum hefur íslensku og síðan þeir sem er að koma við beinum þarna inn. Þetta er bara gríðarlega mikilvægt, ok? Það er ekki að klára þetta. Stuðningurinn, að þeim langar svo sýningu myndbandi. Þetta er bara það sem við vitum, við lesum í, já, heyrðu, hérna eru þarfir, hérna þurfum við að bregðast við og þá förum við í að sækja styrki eða koma á stað einhvers konar verkefni til að mæta þeim hópum sem á þurfa að halda, ok? Getum við unnið betur saman, þetta er það sem við erum að vinna endalaust að, hvernig látum við þetta vinna betur saman, samflóa á velkomuverkefnið og það er í mjög góðu ferli, eins og við vitum þeir sem eru kannski inn í velferðinni, við erum alltaf að leita leiða, við erum alltaf að reyna að láta kerfin vinna saman, ekki við séum í neinum sílóum. Þetta er það sem kemur frá fólkinu okkar. Þetta er álit þeirra á mikilvægi verkefnisins sem við erum að vinna. Þessi aðstoð, þetta er í lagi fyrir könnun, við erum stóran stjórnendafund hérna fjölmenningu daginn, þess að heyra hvernig upplýði þetta og þetta er svolítið svörum. Það var ekki neitt neikvætt, það voru bara allir meiri tengingar, meira velkomin. Þetta er bara það sem skiptir miklu máli. Síðan er hitt verkefni sem mér langaði bara að segja. Þetta er að því ég leiði lýðheilsustarfi líka
Og þarna verðum við að vinna 2 ár út frá þessari aðgerð, þar sem við erum að hafa áhrif á lýðheilsu fólksins í umhverfinu okkar. Já, skiptir. Við notum 5 leir að velja, einhver sem kannast við það. Þið þurfa að koma til mín í skóla. Þetta eru svona 5 þættir, þetta er efni sem er vel rannsakað og þetta eru svona 5 þættir sem að, ef þú hefur þessa 5 þætti í þínu lífi, þá blómstrar aðeins meira, eða það eykur velvíðan. Við höfum verið að kynna þetta í 2 ár, þetta plaggat í samstarfi við embætti landlæknis og þetta er tréð mitt sem er 5 leir að velja tréð. Þegar við minnum okkur á það, þetta er það sem að blómin okkar eða laufblöðin okkar, þetta er það sem er gott fyrir einstaklingana eða fólki okkar í hverfinu. En hvað þurfum við að gera sem erum að veita þjónustu? Eða þið í pólitíkinni þurfum við að hafa til staðar þannig að fólki geti nýtt sér þessa leið. Og það er þetta, þessi lífsskilyrði. Það er þessi virkni, að við séum í græn svæði og þjónustu að það sé jöfnur og síðan setja samfélagshús þarna inni líka sem eiginlega því hún er svo óbúslega mikið. Sem bara brettur áfram og síðan koma myndirnar, ein leið og í einu, taktu eftir. Einhver sem hefur séð þessa mynd, er það ekki? Þetta var á strætóstöndum hérna, þessi mynd var í 2 mánuðir síðan vorum með þetta er fyrir almenning, síðan komum við í næsta mynd. Hreyfum okkur myndin, dreng, ekkert maraþon eða fjallahlaup eða taka þátt í plankkeppni eða neitt svoleiðis. Þetta er dansaðu heima, syntu eða svamlaðu. Við erum með mýktin í þessu. Og síðan 3. myndin, gefðu af þér. Þetta er myndin sem kemur til að birtast núna í okkar hverfum núna á morgun, sem þetta fyrst er á morgun. Það birtist þessi mynd og þar erum við að vinna með leiðinu gefðu af þér. Það er bæði inn til almennings, notum við standana, við notum hverfablöðum, við skrifum greinar og við erum líka með þessu auglýsingar á öllum skiltum skjáum bæði sundleganum okkar, inn í samfélagshúsunum okkar og líka hangandi inn á öllum starfsstöðum okkar. Að vísa ekki skólanum að það er svo lítið af foreldrum að fólki hafa nemendur sem koma þannig við notum aðra leiði heldur á svona almennings. Þannig erum við að vinna með lýðheilsu fyrir almenning. Er einhverjar spurningar? Já, þetta er að sýna ykkur myndbandið. Ég veit ekki hvernig tímarammin er. Hvað er langt? Hvað er langt? 7 mínútur? Nei, það er stutt, sko. Okay. Við getum bara sýnt smá, bara klippa því. Af því þetta er myndbandið. Og það segir ykkur, þeir eru hópur nr. 2 sem fara að sjá myndbandið. Okay. Það var frumsýnt hérna í eitt skipti þar sem við buðum allan þeir sem tóku þátt í þessu með okkur. Borgarstjórinn okkar kom og fylgdist með þessu. Þannig að við höfum ekki sýnt að neinum, en þetta er það sem að krakkarnir okkar í grunnskólanum fá að sjá þegar við förum út í bekkina og þetta er svona að kveikja, ok? Við fengum 2 svona fyrirmyndir. Ekki hljóðu. Það gegn allt í lagi, við erum ekki að eyða tímanum í það. Þetta er bara, Kristófer kom með okkur í þetta, hann er mikil fyrirmynd, hann er í val og síðan er það hún Berglind sem er leikona, sem er líka fyrirmynd. Hún er með krakka, hversu börn svona þekkjana og vera leitandi og prófa alls konar og finna eitthvað sem manni finnst raunverulega skemmtilegt af því það er það sem gefur lífinu gildi. Ég held að það sé mjög mikilvægt að prófa sig áfram í fleiri en einni íþrótt. Ef manni virkilega langar eitthvað þá getur maður það. Ég spilaði handbolta, körfubolta, fótbolta, frjálsar íþróttir, langaði að læra á píanó, eitthvað sem ég ger aldrei, en ég geti gert það einn daginn. Ef maður er að gera eitthvað sem manni finnst gaman, þá fær maður líka sjálfstraust og þannig blómstrar maður. En ég held að það sé líka bara mikilvægt að Þið þurfum ekki að segja meira, þið getur skoðað það, kannski fá það að setja í einhverju góðsum með eitthvað svoleiðis. Þið heyrið innihaldið. Hvað við erum að gera? Við erum að vinna með styrkleika, við erum að segja þú hefur möguleika að pröfa þig áfram og hvað gefur í því? Hvað gefur virkni? Þetta var mjög hratt.
Við bara sendum spurningar eða við viljum svara einhverju, en þetta mér fannst skipta máli að það myndi sjá þetta að þetta er svona efni sem við erum að vinna svo mikið með núna inn í umhverfum. Ég hefði getum að gefa okkur 8 mínútur í stuttar spurningar, sko. Ok, það er frábært. Svona einhverju sko. Já, bara takk fyrir þetta er ótrúlega flott verkefni og ekkert smá mikið sem að þetta snertir á. Já. En eins og orðandi skólana, náðu ekki alveg, þú veist, hvað haldið þið lengi í hendina á þeim, eða þú veist, hvað er þetta? Sko við höldum eiginlega í hendina á þeim bara rosa lengi og við gerum sko, það fer náttúrulega eftir hvað við þau. Til dæmis eins og núna, við erum búin að fara í skóla með leikskóla og við erum búin að hitta það á fundi. Það er að koma sumar, þá förum við að senda öllum e-mail, minnið á að þegar skólarnir eru að ljúka, það þarf að skrá á sumarnámskeið, vantar ykkur aðstoð við það, láta ykkur vita, við veitum ykkur aðstoð. Öll börn og unglingsaldri hafa rétt á að vera í vinnuskóla, eða þau þurfa aðstoð við það, hafið samband. Þannig að við erum með öflugt upplýsingaflæði og við erum yfirleitt með listan. Markhópurinn okkar yfirleitt sá svona þeir sem við höfum verið að taka á móti síðast 2 ár. Af því við vitum alveg að það eru þeir sem að koma hérna til okkur í fyrra og fengu viðtalið eru kannski ekki alveg búin að finna sér að alltaf komið með allt og hreint. Og það eru mjög oft sem að ráðgjafar senda okkur. Ég veit að þið fengu velkomin fyrir 3 mánuðum, en það hefur einhvern veginn ekkert farið í gegn, gætið þið hitt það, og þá gerum við það. Sumir fljúga, og það er það sem við viljum ekki draga inn í kerfið, við ýtum út, og þegar við komum og kynnum okkur, þá pössum við á því að við erum búin að ræða við túlkinn og segja, við erum ekki social service, við erum community service. Og það er bara þetta tvennt. Bara þá það, já, ok, eða social service, margir sem gera svona og hafa kannski neikvæð sýn á það. Þannig að bara svona þetta, en við fylgjum þeim eftir og þau eru í sambandi sín. Það er mjög ofti að grípa fólk sem kannski búið að vera í 2 ár. Heyrðu, ég var að missa vinnunum, hvernig þetta eftir, hvernig þetta. Og það tekur verkefni yfirlífandi verkefni. Okkar aðalmarkmið að styðja við fólki þannig að við aðlagast sem mest. Nýta allar það resursa eða leiðir sem við eigum til staðar til það. Það er líka samstarfi. Við erum svona eins og kóngur, við þekkjum alla aðila, við erum svona, við veitum hvað að gerast og þekkjum hvað er mjög mikið. Við greinum börnin okkar mjög vel, það er eins og greining og nýja líðhelsu veisna hamingjuvísina, þannig að við séum þetta með okkur. Hver er staðan á fólkinu? Hverjir eru þarfir? Þessum kom ég á staðan þessum fínu myndir, þessi eru eitthvað fínu. Hafið ekki séð það? Jú. Það segja. Þú séð það? Ó, nú verður að fara að lappa meira í hverfinu og kíkja á. Ég er alltaf á sandi. Það er alltaf þetta gap. Það eru peningar spursmál, þannig að það velja sér. Það er alltaf nokkru dagar sem þetta byrkist hver mynd. Maður spyrja sko, það er kynningur, það er mjög fróðlegt, sko, er þetta verkefni, er þetta erlendu fyrirmynd, eða er önnur sveitarfélag að gera þetta í Íslandi, eða er þetta heimatilbúið? Þetta er sko tillagan sem er það yndislegasta við, kemur frá ungmennaræði. Ungmenni sjálf bara, hei, af hverju er enginn að hjálpa nemendum minn, þau situr bara og þau komast ekkert inn, þannig að þá var það á staðinu að finna út hvernig alltaf að vinna. Og þetta er náttúrulega búin að vera, þetta er svona 2018. Við erum búin að vinna þetta og breyta og aðlega bara, þú veist, við veitum á móttökunni 2018 í dag, það hefum aðeins milli. En við hérna í Vesturvíslu, við lögðum strax gríðarlega ríka áherslu á þetta verkefni vegna þess að við fundum strax fyrir þetta virka og svo. Þannig að allir verkfællar og allt þetta mikla samstarf og þessi 2 fundir unnið mjög skýrt hérna hjá okkur. Ég kannski með eina spurningu í maður, bara hún er svolítið sértækt en hún snýr aftur í YouTube-málunum og YouTube-grafum. Þau eru misvirkt, það vil bara segjast eins og það er. En ég held að þekkjum öll hérna sem foreldrar að nú er öll skráning orðin miðlæg gegnum eitt vefbók sem heitir Spotify. Já. Og svo það sem sagt, það er þess að gera kröfur greiðslur á annað slíkt og
ofta á milli samskiptaleiði milli þjálfara að fara þar á milli. Ef þú ert ekki komið inn, ég bara spá upp hvað það er í ferlinu, þannig að við komum til tímistíkis og gleymast að borga og þetta á hálfferlinu út úr rásinni. Sko við erum með kerfi sem heitir sport. Það er kerfi sem fullt af börnum, við erum að leika þetta í að koma sem veita umverðið að sissa yfir tungu. Þannig að það sé þetta því, til þess. Greiðsluraðin, kraftur, verkefni, eftirfylgni, hvernig við erum að vinna með það. Leið og það kemur upp, það er ekki greiðsluraðin, það er ekki greiðsluraðin. Og að fá þess að þykja manna, þykja prísningu og þykja. Það er ekki greiðsluraðin. Það erum við í samskiptum við einhverjum. Og þá erum við hefur. Hann Lalli, hann hægt að mæta, ekki að greiða, getum við eitthvað að mæta. Við erum ekki að þá erum við að fara sem hefur. Borgar sem getur skipt greiðslunni, og þegar ég segi það núna, við gerðarsins, en það er svolítið það reynins. Skráðinn sport. Við erum að fá baka sport í spilum. Þetta er bara eftir. Við erum að leita allra leita. En íþróttafélagið, það er þjálfun núna. Við þurfum að vera með skýr verkfalla og skýrt hvað er sem við erum að gefa fyrir alla þjálfun. Þannig að við séum við þurfum foreldraráðir, stjórnir, íþróttafélagana, en þarna er íþróttafulltrúi í lykilhlutverki. Það er lokar spurning. Já, eða sko, mér langar kannski bara að segja að því að ég er í Östfjörðarfélagi, það er mér svo frábært að það er komið í umfjörðunum hér. En ég held að líka foreldrar, það er svo mikið þörf að nálgast þeirra foreldrar. Það hefur verið bara mjög erfitt og við stofnum sem sér út fyrir erfiðaforeldra. Og við erum að reyna að fá þau og þegar þau mæta þá er oft svo einfaldir hlutir sem þau eru að spyrja eins og bara mentor og maður skilur ekki hvernig þú búin að vera í marga mánuði eða ár án þess að þú ekki komin inn á mentor og mér finnst bara þörfin er svo rosalega mikið. Og það er ekki nein, þetta er ekki fagþjónusta sem við erum að veita. Við erum að veita common sense fyrir okkur sem er búin að alast upp í þessu samfélagi. Og það er líka, ég meina, foreldrafélögin hafa haft samband við og mér finnst það að þú hefur að leita leið, hvað er að gera, hvernig getum við maður hinn. Og ég bara, þegar maður svo búin að vera ótrúlega dugleg að hafa þetta áfram, mætan, það er besta leiðin. Svona vinafjölskyldur og þetta, það er alltaf langt besta leiðin. Ammælið, akkur mætan er alltaf í ammælið, þar eru foreldrar með þessi nánu samskipta svo mikilvægt. Viltu þú spyrja? Nei, sama sko, Já. Foreldrafélagi í Hlíðum sko. Já, ok. Við ætlum með mitt að fara að hafa samband við ykkur. Já. Þið hafið taka svona átak á mjög staði. Ég fagnaði mjög að ég því Hlíðaskóla skuli hafa samband við okkur. Við komum hlaupandi til ykkar. Það er nú svo með loka spurningu. Ég fór íbúðarsamtökunni, ég ætla bara íbúðarsamtökunni með borgar. Þannig ég ætla að segja bara mjög gott og ég ætla bara að segja flott starf. Takk. Og flott að heyra af því. En ég bara líka að hugsa að ég er sjálf svona multitaskar, hvað eru þið mörg að vinna í þessu? Ég bara... Hvað er mörg? Eru þið bara tvær? Við erum það íslenskt, veist það? I do it all. Can do it all. Já. Okay, good to know. En það er þess, við erum þrjú. Sko ég er náttúrulega með, ég er verkefnastjóri yfir alls konar. Forvörn og lýðheilsunni, velkomin á samfélagsfólkunum. Kerrin er svo sem er út í útlunum, í velkominleitunum. Og síðan er Jóna með okkur sem er í íþróttafélagum í virkningum. Það sem er það næsta skref eftir velkomin að steyðja við það. Þannig við reynum að hafa þetta svolítið svona tröppskipt. En ég meina stundum erum við bara þreyttar á höskum. En það bara, mér ekki segja alltaf, eða einhver heyra samfélagshús, mér langar alltaf að bjóða ykkur að koma að hafa fund. Við höfum oft haft fund, ráðið eða Vesturbæjarráðið hefur haft fund út í Aflagranda.
að endilega við eigum yndislegt hús hérna í Bólstaðarhlíðinni og það eru all tengingar og svona. Þá finnst okkur svo gaman að fá að kynna fyrir ykkur þessar perlur sem við höfum verið að byggja upp núna síðustu 9 ár. Er það hús hérna neðst í Bólstaðarhlíðinni við Rauðarárstíg? Nei, þetta er það sem við Bólstaðarhlíð 43. Já, það? Já, þannig að það fullt af alls konar. Við erum að reyna að breyta, við höfum verið að breyta núna. Dásamt hús, ég verið að þegar móttaka og þegar við fyrir jólinn. Fyrir jólinn og við erum alls konar. Við erum að mæta. Takk fyrir að bjóða okkur upp á gaman. Jæja, fórum hérna aðeins yfir tímaramma en það var bara sverðið held ég. Ok, þá er það dagskrárlið 2. Við eigum núna slatta af umræðuliðum í röð. Næst dagskrá er göngulagðarmerkingar í Öskjuhlíð. Samúel, þú varst með það? Já, ég hef alveg með liði hérna 2, 3 og 4 alveg. Já. Og 7 þetta líka. Spennandi. Já, alveg. Nei, bara það sem að bakkunni til þess að setja þetta inn er bara að þeim núna fór bara býja hana nálægt. Og ég tek eftir því að eins og þið vitið, það er komin 9 stígar í Öskjuhlíðina, mjög fínir sem eru aflíðandi og góðir og snöggrættir en þeir eru ekkert merktir. Þannig að túristanir blessaðir þeir fatt ekki alveg að þeir eiga að velja þessa leið og aðra leiðir til þess að komast við þess. Og mér datt bara í hug hvort að við bara sem ráð ættum að senda bara brýning á borgina að bæta úr. Það var í skipulagsráði í byrjun janúar núna, þá var samþykkt að áframhaldandi gerð stígatenginga og merkinga. Já, ég vissi, allavega stígatenginga. Já, og ég kom inn á þann fund og þá er verið að tala sérstaklega tengingar milli Perlunnar og Bústaðavegs og strætóskýlis og svona og þá voru líka eitthvað svona villandi beygjur þannig það var alltaf samtidig en það var held ég engin tímarammi á því sérstaklega. Hvað segirðu? Mér langar bara að bæta við ég elska Öskjuhlíðina alveg með litlum göngustígum og með barnaburu að nú er þetta alveg hjólastígar. Og það er það sem að þarf að merkja svolítið greinilega hvað er hjólastígur, af því ég skil alveg að hjólinn vilja leika sér líka. Og hvað eru litlu gönguslóðarnir sem við erum alltaf með litlu börnina. Við erum ekki að breiðgöng. Við erum að fara inn í skóginn og í ævintýraleið. Þú átt á við perlufestunarinn, þetta nýja? Nei, ég er ekki að tala um neitt stöft. Ég er að tala bara moldarslóðana sem eru út alla. Já, en hjólastíðarnir eru perlufestun sem var þessi nýja hjólavalbygguna sem var sett búið að vinna. Þeir eru að hoppa á malarstígnum sem við erum að ganga á með börnir. Þess að það er svolítið að bara teikna upp og merkja hvað er hjól, hvar göngum við. Ég held að ógeðslega mikið af þeim stígum eru dálítið óformlegir stígar. Þeir eru mjög. Sem það bara myndast af því að einhver byrja að hjóla og síðan að byrja annar að hjóla framvegis. En þetta eru gamlu stígarnir sem við gengum með. Ég held að það er enginn af nýju stígunum að hugsa sem einhver nýju stígunum sem að landslagið búið að teikna er náttúrulega eins og perlufestunarna. En það er nú aðalega að hugsa sem fyrir gangandi. Það er ekki hugsa sem eitthvað til þess að spýta og hjóla endilega. En þú veist, en síðan koma náttúrulega hinir slóðanir sem að þvera á þetta, Þeir eru svo margir og það er ekkert mála. Nei, þetta er vissulega, sem Kolbrún með þetta er vissulega, nú svolítið síðan ég gengi með pena mínu upp í Öskjuhlíð, en ég man alveg að ég var að ganga eitthvað, ég fann að ég var fyrir. Við erum fyrir. Ég var fyrir af því þá var eitthvað æfingamót, eitthvað og með fullvirðing verið þess að þeir gera allt góðu, en maður fann að bara þarfir sem þeir höfðu, en við maður fann að það var svona En það mætti þá, jafnvel merkja, með einhverju varúðarmerkingu, ég er kannski daglega að tala um það sem einhverjir mótmælskólar þvera, það er verst, þegar einhvern tíma hoppar á hjóli nánast bara fyrir fram að neða, þegar þú ert að
í einhverju svona recreation og labbitúr, sko. Veist það hérna, veist það þá gera varúðanmerki eitthvað þess að það? Þetta sem sagt það sem að var samþykkt hérna í janúar, sko, núna í ár. Já, þetta tenging milli bústaðarhaugs og Perlunnar. Ég þekki þetta mál alveg, ég hef manni skoðað þetta, en eins og ég segi, þú veist, það merkingum bara að vera ábótavant í dag. Það þarf að hugsa það í tengslu við þessa framkvæmd líka að sjálfsögðu. En þetta bara, þú veist, að fylgjast með sérstaklega blessuðum ferðamönnunum vera þarna stoppandi í götukantinum og bústaði og eftir gamla hitaveitustofnun bara því það ekki merkt hvernig á að komast upp á Perlu gangandi við miðbæinn þetta baka. Viljum við setja einhverja bókun þetta eða eitthvað slíkt? Erum við sammála þessu efnislega að þessi merkingum ábótavant? Já, ég tek alveg til það. Ég er svo lítið þarna, sko. Þetta er dásalegt svæði. Ég villist þannig að það Ég veit bara í dag, maður þarf bara að vera rosalega varum sem maður að ganga, horfa bara alveg til hægra vinstri. Já. Og ég er eitthvað lítil börn og ég opna hundin og ég segi, maður þarf bara að virkilega það. Þetta var bara til að versna, sko, að því að það á að bæta við fleiri stígum í öskilíðina sem eru ætlaðir aðalega gangandi, sko. Þannig að, já, malbyggar og Við viljum þúfuganginn, sko. Já, en það ennþá þessi slóða sem að sérstaklega þverra, sko, þannig að ég held að það væri hægt að halda sér langan fund bara um öskjuhlíðina. Já. Allt svo mörg, sko, Steinsmiðjum, Gönguð, Perluna, þetta. En ég eftirlega Pétur í fundi aftur út, það. Já, ég fór kannski varamann á þeim fundi. En erum við sérst á því að þarna sé merkingum, sko, ábótavant, og er fólk að villast eða bara greina munum milli hjólandi og gangandi eða hvað er að tala um? Það sem vakti fyrir mér var aðalega að merkja, þú veist, bara Perlan this way nánast, skilur við þess okkar. Við erlenda gesti. Aðalega fyrir þá, þeir koma hana bara einu sinni og þú veist, við sem búum hana náttúrulega lærum fljótt á stígan og þannig, sko, Týnist alveg heilan dag. Já, það getur alveg gaman að týnast það líka, það bara ákveður sérni í því, sko, en blessaði túristarnir, ég vorkenni náttúrulega svo mikið þegar ég verið að paugast hann í kantinum og bústæði eða lappa upp til hitaveitustofnun og landa í einhverju trjágróðri og ævintýrum og inn á bensínstöðl og eitthvað, þú veist. Þetta er rétt, þessi staðir, það var göngustuður alveg með valsheimilinu þarna, svo þetta er náttúrulega stopp. Já, sem veist ekki á ég fara þarna, einhver stígur sem beygir til hægri, bara þessi fer bara eitthvað út á flugvöllum, nei, það er... Eitthvað búin að vera svo mikla framkvæmdir. Já, það er Sjóðu eitthvað saman, Pétur? Já. Já, með það. Svo góður í þessu. Þetta er ekki flókið hjá mér, ég lesa hans upp bara eins og ég sett á blað. Ferðamenn í öskjuhlíðinni eiga til að villast í leit að Perlunni eða á göngum svæðið. Íbúar á miðborgar Hlíða bendir á að merkja mætti gönguleiðir og áfangastaði betur með skiltum. Vantar eitthvað í þetta? Getur það næst fundur saman vel. Nýtmiðað. Nýtmiðað skilst. Þú varmað fyrir Geir? Já. Alveg á ársendingu. Já.
Alright. Það er þetta að berast hérna. Smá stund. Ég set þetta mál á pásu á meðan. Og færa okkur yfir í næsta mál, sem þá stækkun gjaldskyldusvæðis í Holtum. Þetta var annar mál frá þér. Þú vilt gera kresta varamennina eins og Þetta er allt með sjálfum það, því bíóhundunum. Það er bara það hefur náttúrulega verið vandamál í lengi tíma og virðist að færast í augun að það ásókn í sérstaklega bílastæðin í Borgarlandi í Holtunum. Gjaldskyldan, eftir að gjaldskráin hækkaði og tíminn lengdist að þá eru þessar götur sem liggja frá gjaldskyldsvæðinu þar, það er að vera ásetnara en verið ásettur og það er bara full ástæða. Ég veit, það getur vel verið að samgöngustjóri sé með plön það, en bara svona, vildi henda því inn á fundi til umræðu allavega, hvort að hvetja sviðið til þess að skoða stækkun á gjaldskyldsvæðinu til austurs, svona áleiðis að nótunum. Þetta er mjög svipað og var með þinn komið daginn, varðandi Skúlagötusvæðið. Það var alveg bara 100% efnislega sama, að þar væri orðið mjög erfitt fyrir íbúa, óháð því hvort fyrir íbúakort eða ekki að fá stæði, einfaldlega vegna þess að það núna ekki gjaldskylda, og fólk leggur þar oft yfir helgar og svona, eða það fara tónleikahörpu eða eitthvað, Þannig að hvað segir þið? Hlíðarend er alveg stafn. Já, það var náttúrulega íbúið sem kom þetta á fundum borgarstjóra þar, með þetta sérstaklega. Þetta er náttúrulega eðlilegt þegar þú hækkar gjaldskrána og stækkar einhver svæði og þá vísast út bara. Þetta bara, vandamál náttúrulega færist aðeins til, ónættilega þannig að Þetta er samt orðið, það er allir að tala þetta er mjög heit umræði nú. Bæði plús og mínus eða bæði með og móti og það. Já, fólk veit bara ekki hvað að gera með bílinn. Eða hvert á að fara með. Fyrsta sem ég heyrði eftir að gjaldskyldsvæðið var breytt því að tekið af einhvers staðar, það var félaginn minn sem var alveg brjálaður að það hefði tekið af í götuna hans, það aldrei stæði lengur. Það fékk aldrei stæði lengur? Já, eftir að gjaldskyldan var tekin af, Já, það var tekin af? Já. Hvar var það? Þetta var í Bergþórugötu, held ég. Það var tekið af? Hvort það var lækkað. Já, það gæti verið lækkað. Já, það er ekki með. Já, getur í gjaldskyldu. Já, það getur aldrei mikið staðið lengur. Það þarf að því geta til alveg endalaust. Svo heyrði maður eins og, Sandra ekki með okkur í dag, að henni tala að leiða þetta að koma og þá allt í einu fremdu sköldum. Hún býr þar, Sandra, hún tala þetta eftir þetta kom á, þá allt í einu var bara nóg að staðið laust, þá fóru bílarinn í burt, Herðu, ef að setjum pásu á þetta og færum okkur aftur yfir í Öskjuhlíðina, þetta er sem sagt það sem ég nefndi áðan, erum við ekki sátt með þetta eða eitthvað? Bara þetta sem er sammála þessari bókun Þorbrún og þessi til hjá þér. Ég sagði já. Sorry. Einhver var samþykkt. Svo þetta getur það að vera að lesa Það er megin hús. Það er auðvitað. Herri, ok, þá lókum við þessum lið og höldum áfram með þriðja lið. Langar ykkur að gera eitthvað með þetta eða bara opna umræðina? Með gjaldskyldu í Holtum? Hvað segir íbúar? Sem fórst? Ég eins og segi að mér snýr hefur umræða ekki bergmála mikið. Sé ekki á við var við, þannig að ég veit ekki hvað ég hef máli að segja að svo komum við, þannig að ég geta kynna með það örlítið betur. Er eitthvað verið að skoða stækkusvæði, veistu það? Svo ég viti,
stækka í gjaldskyldu eða stækka það nú? Nei, ég á Gautaborgarvagninu, allt svæði borgarlandi gjaldskyldu. Já, þetta alveg en síðan líka náttúrulega að vera þetta byggð, það að bætast fullt af íbúðum á þessu svæði, alveg, verið fleiri 10 sko, þannig að já, en þetta svona, þetta er svolítið lögmál grunnskóðarins þar sem gjaldskyldu svæðin hverfa, þar sem þeim líkur, það er verulega mikið ásættu. Spurning hvort við veljum sko, hvað segir þú sem? Ég líka bara þetta er líka íþyngjandi fyrir íbúana því það ber á því að iðnaðarmenn neita að koma því þeir koma ekki tækjum og tólum og þannig að þetta vindur upp á sig. Þetta er íþyngjandi fyrir íbúana. Ég heyr nú aðalega fólk vera ánægt með þetta sko, en við erum virkilega búin að ræða iðnaðarmennina fram og tilbaka. Ég segi, það fundum við borgarstjóran daginn og við náttúrulega sendum álit til 13. desember. Þetta kom allt fram. Þetta bílasta gjald yfir einn dag fyrir iðnaðarmanns sko, þetta er sko einn tímagjaldi iðnaðarmanns sem að borga í. Ég sko það er ekki það, neitar að koma. Þannig að þú. Já, það er svo bara. Þannig að áttu þá bara fara sjálfur í þýskóla. Einhverjir neita að koma skilur, en það er ekki endilega allir neita að koma skilur. Já, við skulum halda þessu umræðu áfram. Það er alls konar fáið innan. Það er samt búin að vera fullt af íbúðum með gjaldskyldu í lengri tíma og einhvern veginn fær það fólk iðnaðarmanns. Já, það er í marga áratugir. Já, það er alls konar. Ég var nú að skoða, ég var í heimsókn hjá húsi fagfélagana daginn. Ég vissi ekki af apparatið þeim sem heitir Sveinalistin, sem er mjög skemmtilegt. Skemmtilegt. Þannig að maður getur bara flett upp sko allir sem er með réttindi í þeim sviði sko. Já, ég veit ekki það. Ég skjá þessu sko. Það er almenna viðra á mér. Ég held að þetta er framkvæmdið sko. Ég held að það hefði líka heyrst svolítið hátt í iðnaðarmönnum þegar þetta byrjaði vegna þess að þetta var ekki mikið kynnt fyrir þeim, þú veist, svo voru þeir að vinna í sínum verkefnum og allt. Já, þeir bara fengu þeir sagt. Rosalega sektir og þú veist, þannig að það var ekki heldur hafi verið svolítið svona móðgæður yfir því sko og þetta. Ég hef líka náttúrulega líka bara aðeinslega í rekstri sem að náttúrulega hafa kannski reynt sig á það að geta komið vörur og annað sem þurfa að borga gjöld sko, það er okkur starf, þetta er allt mál sem það fyrir að leysa sko. Það er oft fólk lagt upp á hjólastígnum fyrir utan hjá mér, þá bara trúi ég ekki að fólk sé upp á sektir. Ég bara... Mjög djúlegur. Þeir finnst þú á sektir? Ég var ekkert í göngur. Bara gefa mér heftið og... Það er sko... Ég ætla að leggja til að, þú veist, við kannski setjum þetta smá á ís og þú kannski bara heyrir í þínu fólki, þú veist, íbúasamtökunum þarna. Þú veist, hver staðan er. Þú veist, ég held að leggja ekkert ár, sko. En ég er mjög hrifinn af þessu, sko. Þetta er líka því að náttúrulega með þessari stækka sem varð í vetur, þá náttúrulega stækka mjög mikið yfir í Vesturbænum, sko. En það var engin, þú veist, það var ekkert útvikað í þessa. Það var einhvern veginn, sko, okkur var verið að útvika svona mikið til vesturs frá miðbænum, en ekki til austurs. Komum við svolítið spánstur í sjónum? Já. Þetta er eins og bara með rútumfyrirna og þetta sko, það sem að vera líka einhvern veginn útvikað til vestur sem ekki það sem við vildum sko. Hérna, sko, þú veist, ég held að koma alveg að þessu sko. Já. Þetta er bara frýning sko, þú veist, þú þrýstingur. Já. Þú veist, ég læt til að gera ekkert með þetta núna. Þú pressar að Geir að koma þetta aftur og Sigfús heyrir í íbúum. Þú veist, hvernig hvað þau hafa að segja um þetta. Og þú veist, við sem erum í pólitíkinni tölum bara við borgarfulltrúa um þetta líka, skilur við segja hvort það sé einhver gangur á þessu. Uppáhaldið. Hvað segir þið? Uppáhaldið, sagði ég. Yfirbótsmerkingar á hjólastíg? Ég er mjög sammála þessu. Færum okkur yfir í fjórða leið. Ég ætla að mér í kaffibólla meðan þú segir kannski hans frá þessu, ég veit alveg hvað þetta Þú ert að fatta hvernig hvað þetta snýst, já, ég er bara Þetta er deilumyndinni sem... Já, það var skemmtilegt. Já, verður með hana hérna, ok. Þetta er svo gaman, þú veist, það fyrir stórmáluninni alveg minnstum ánum líka, sko.
Það er svo gaman að vera á Twitter, sko, maður fylgist með svona fólki sem hjóla, sko, og kvarta sig niður alltaf sömu hlutunum, sko. Þetta er svona, veist, þetta er svona dæmi sko, hvernig sko, sviðin hjá borginni er ekki alveg að tala saman, sko. Veist, þarna er sko, skipulagssvið og samgöngustjóri með einhver ákveðnar hugmyndir, síðan sko, framkvæmdur og viðhald, síðan eitthvað annað. Og þarna er bara, veist, þarna var uppalega hugsað, sko, svona, sérstök, hjólamerking, sem sér stöðvunarlína fyrir hjól fremst og aðgreinarlína verða hjólastíklum, sko. En það í rauninni, veist, var síðan, sko, einhver tímapunkti bara glataðist þessi þekking, sko, þegar gatan var malbygguð. Það var í rauninni bara, veist, það var þess ekki gert svona, það var bara, En hvar er það? Þetta er á gatnamótum Hverfisgötu og Snorrabrautar. Hjóla í Þetta man kom á þess að flerma, sko. Þetta er svona dæmi og kannski gæti bókurinn verið eitthvað að bara sviðborgarinnar tali saman. Það sé, sko... Þessu þú ert að tala fyrir innan línunum nær húsunum og það sé hjólalína, Já, ok. Já. En hvað... Sko, stígurinn sérst ekki, hann er þarna neðst á myndinni, skilur við, þar endar helluvögnin, skilur við, og þeir eiga að hjóla á malbygginu, að fremstu stoppulínunni, og þar eiga að geta stansað fyrir framan bílana, þetta er svona standardmerkingar, frá Brúkun og Hollandi líka, þar geta þeir staðsett sig, hjóla sig hann beint yfir, eða tekið beigð eða hvernig það er, bara eins og þeir þurfa, og bílarnir eiga að vera við aðra stöðunarlínu aðeins innar. Ég bara til að leysa þetta með jarðgöngum, 10 metrar. 10 metrar. Þannig að þetta pirrar mjög marga hjólamenn sem verður náttúrulega. En þú veist, ég sko fer venjulega yfir og því ég venjulega beygja síðan í norður, sko. Þú veist, ég fer venjulega yfir áður en ég kem að nákvæmlega þessum bút, sko, eða upp á gangstétt. Því að, þú veist, maður er nánast í lífshættu, þú veist, ef maður fer, sko, af hjólastegnum út á götuna, sko, ökumenn búast alls ekki við því, sko. Ég er náttúrulega alls ekki eins og þetta er í dag. Sko. Nei, ég segi það, sko. Þetta er rosa, sko, undarlegt eins og þetta er í dag, sko. Það er hjólastíkurinn hættir allt í einu þegar það er örfámetrar eftir, sko. Akkurat. En þessi, þetta á að vera að mála svona og í rauninni fyrir framkvæmdasviðið mjög auðvelt að laga það. Það er bara að mæta staðinn með fræsingagræður og breyta þessu, sko. Flottalegt. Það er flottalegt. Já. Við erum að vera rosalega vinsæl í hjólasamfélaginu ef þetta er gert í sumar. Það auka öryggi íbúa. Já, það er búið að senda ábendingu oftar en eins og að fleiri en einu maður. Það er svona nákvæmlega, ég ætlaði bara mína vinir sem varamaður til þess að koma ábendingunni alveg upp í... Er þetta framkvæmdasvið? Nei, hvað heitir þetta? Já, það er ekki framkvæmdasvið, spennt á þjónustu. Við skýrum saman að ræða að þeir eru bílarnir að stöða hér, þið hafið þetta, þessa metra hér, metri eða eitthvað sem er. Já. Það er bara hér að krossa hér yfir, eða? Nei, bara til að fara beint áfram. Eða taka beygju, skilur við. Já. Þetta er ekki til þess að fara yfir götuna. Nei. Það heitir eitthvað skemmtilegt á dönsku, Suðurslúsi eða eitthvað. Eða þetta á dönsku segir. Ég held að það sé Suðurslúsi. Það er alltaf frænt. Þetta er náttúrulega einn af mjög fáum stöðum sem þetta hugsa í borgin. Eiginlega er bara eini staðir. Þannig að það er kannski skrítið að þessi þekking sem fljótt. Já. Það er náttúrulega furðulegt hönnunin, sko, en þú veist, já, hvernig er best að orða þetta, maður sjá? Sko, ég draftaði bókum sem var sem sagt bara íbúar af beini skrifstofu framkvæmd og viðhalds að gera úrbætur á yfirborðsmerkingum á Hverfisgötu við Snorrabraut fyrir hjólastígur sem þar endar fór tilhlýðarlega merkingu, bæði akreinar og stöðunarlínu líkt og uppgáðlega hvernig gera ráð fyrir. Það er mjög gott að gera senda á Guðnýju sem getur varpað þessu. Já. En mér finnst það mjög flott við hlýðræði kjósum það hvort það sé raun. En eins og segi, við erum óbærslega vinsælt fyrir mjög mörgum hjólurum. Það er með mér.
Í bóli. Það var kominn. Ég legg til núna að verði skyld að koma alltaf svona myndræna útskýringar. Ekki eitthvað máli. Segir meira mörg orð. Mjög mörg orð. Ég er nauðsynlegt bara til þess að skilja. Þið hefur aldrei skilið að ég væri eitthvað að benda á tekníku loftið. Það er maður við að finna þetta á eitthvað. Svo setjum þið í kælingu fram að leið 7. Hvað segir þið? Svo setjum þið í kælingu fram að leið 7. Já, akkurat. Já, ég skal bara líka fram. Nei. Já, ekki bara held áfram. Jú, setjum þetta þá sem byrjum á leið 5 hérna. Sigrún, þú varst með Airbnb og miðborgin til umræðu. Hvað segir okkur þar? Já, við fengum þetta á borð til okkar og ákveðum að senda þetta á íbúasamtökin þegar við erum að heyra þetta í íbúasamtökunum. Og ég setti þetta saman sko, vildum vekja athygli á háu hlutfalli af Airbnb íbúðum og eignum í eigu leigufélagi í miðborg Reykjavíkur, þannig að það er umræða. Íbúar leigumarkaðir tala þessi skýr fylgni milli slakrar réttarstöðu eigenda og óhóflegra hækkana á húsaleigu. Íbúasamtökum miðborgar Reykjavíkur í umhugað áhrif sem það hefur á íbúana og sérstaklega börnin, kvíðinn og þau ágjendur saman og þau eru jafnvel að flytja gegn vilja sínum. Við erum að heyra það sko líka að sé líka að vera að leigja fólki til 9 mánaða. Full innréttar íbúðir, þannig svona gestur þínu einu heimili, þannig ég hugsa svona því maður er með íbúasamtökin að íbúaráði að bara við gerum okkur grein fyrir hvað er í gangi og náttúrulega fólki líði illa. Og svo náttúrulega þetta líka, sko það verður að rekja fólkið í ósamþykktar íbúðir og geymslur og kjallara og það hefur nú undan með skelfilegum afleiðingum. Ég vildi svona bara á umræðina og ég veit að þetta er náttúrulega mikið tengt ríkinu og nýjum lögum og svona en Já. Ef að kíkja bókunina og ræða þetta svo, hérna bókunina frá stýrir. Klárum það. Íbúðum miðborgar og síðarbeinir í skrifstofu framkvæmda og viðhald, gera úrbætur í viðhald á Hverfisgötu, við smálbætur gera hjólastígur, þar endar á teysið þannig. Eitthvað athugasemdir við þetta? Nei, þetta var ekki að. Ok. Þess að vítir staði. Ef að kjósum þessa bókun? Glæsilegt. Betra en hvað. Það stórum á þeim. Tengt inn á hjólreiðagrúppuna á Facebook með þetta. Akkurat. Því er klappa bækist. Airbnb. Þú sem vil grípa boltan þar? Já, ég meina ég til út þetta að það er náttúrulega leiðilegt þegar hverfið bara breytist í Airbnb íbúðir og það er mitt, þú veist, börnin kom ekki í skólan í þeim íbúðum og þú veist, hverfið breytist náttúrulega þú veist, bara íbúðum fækkar og fjölskyldum fækkar og það verður náttúrulega bara ferðin. En eru einhverjar reglur eða hömlur á hvað Ég til einhvern tölfræði þetta bara, hvað eru margar íbúðir? Þú varst með eitthvað Sólveig saman? Ég sendi graf frá leigjendasamtökum þegar að tala að bara þessi auka svo mikið í miðborginni og þetta sé bara hæsta hlutfall í Evrópu og þannig að það er En er það vanalega til leigu, er þetta bara fólk að leigja út íbúðina sína eitthvað svona hendingu eða alls konar sko, það er náttúrulega að vera að setja þess að 3 mánaða líka og ákveðið upphæð og þeim finnst það líka sem er að heyra það og þá er að fólk sem er á leigumarkaði að ég stendur, við sko vilja halda börnunum sem í sama skóla og það er skóli að það er kannski eina sem stendur undir boða það er að leigja full mannlega eða hvað sem íbúð full á húsgögnum
og eins og það sagði sko við mér, maður er bara gestur á eigin heimili. Þannig ég segi bara að við gerum okkur grein fyrir hvað er að gerast í hverfinu og svo náttúrulega líka hugsa hverfasókana. Það breytir og náttúrulega, já. Og svo líka bara svolítið svona, ef íbúð fyrir sölu hliðnar, þá einhver sem kaupir hann fyrir Airbnb. Ég þannig sko, fyrir sikkur með mig, kannski búið í einni íbúð og svo 3 Airbnb íbúðir í einu hús. Það sko, bara þú grífið þetta, ekki sko, samþykkt húsvörðum fyrir reyndi ekki á það í dómnum hérna við Skúlagötudóminn að þú mátt ekki ef einhverjar á móti. Já, ég er svolítið húseigendafélagið og þessu að... Ég er með lagalega stöðuna á hreinu. Sko, þetta var starfsleyfisskil back in the day, þannig 2017-18 eða eitthvað, þá var breytt þannig að þú þyrftir sko aldrei starfsleyfi en það þarfst rekstrarleyfi frá sýslumanni ef þú komin í atvinnurekstur sem þá 90 dagar eða meira sko. Svo sem sagt var farið í mál við borgina þar sem að það var sett í sérst deiliskipulag innan Kvosarinnar að það mætti ekki það mætti bara x mikið af Airbnb íbúðum held ég alveg með rekstrarleyfi. Það var hlutfallið eða? Já, það var eitthvað sem sótt sko rekstrarleyfi og borging að neikvætt álit á því sko sem að sýslumaður synjaði síðan leyfisumsókn út af, þau fyrir mál. Þetta fór fyrir héraðsdóm og síðan Landsrétt sem að staðfesti að borgin mætti setja þetta í skipulagsskilmála. Það mætti ekki vera rekstrarleyfisskylt sko. Hins vegar þannig að í bara íbúðarhúsnæði þá máttu alltaf reka sko innan þessar 90 daga. Núna síðan, þannig að í raun það núna sko ef það ekki í deiliskipulagi sérstaklega bannað, þá má vera faktist með sko rekstur alls staðar sem íbúðarhúsnæði leyfilegt samkvæmt skipulagi, sem auðvitað öll íbúðarhverfin sko, eða þú veist, allt okkar svæði basically. Núna sérst frumvarp fyrir þinginu frá sem að mér að þetta ekki gott sko, það kveður á að þú þurfir að vera á sko, að þú þurfir að vera atvinnuhúsnæði til að með vera með rekstrarleyfi, en hins vegar próflega ekki við þeim rekstrarleyfum sem þegar til staðar. Sem mjög slæmt sko, því að núna kapphlaup í gangi að fá rekstrarleyfi sem fyrst sko áður en þessi lög taka mögulega gildi sko. Þannig að það núna brunaútsala sko, þú veist, í gangi. Það allir að, þú veist, ef ég væri sko Excel-skjal, þá myndi ég segja við ykkur núna sækja rekstrarleyfi fyrir íbúðin ykkar sko og hækja henni verði. Þú veist, í alvöru sko, en þetta það sem það að gerast sko. Þannig að þetta vissulega ekki búið að samþykkja þetta frumvarp sko, en ef það verður samþykkt þá verður ekki hægt að fá ný rekstrarleyfi nema að sækja breytingu og gera atvinnuhúsnæði. Þannig að í raun það sem að sko borgin getur gert eins og staðinu núna í raun að setja í skipulagsskilmála, í deiliskipulag eða hverfiskipulag í framtíðinni að það sé bara ákveðið hlutfall leyfilegt innan tiltekins svæði sko. Alveg eins og getur með matstæði. Eins og það hótelbót innan Kvosarinnar og stið með matsölu og veitingahús. Já, það smásölukvóti á Laugavegi og getur ekki okkar nýja staði. Ég ætla bara að fá að klára sko að það bara stór undarlegt að það núna komið 2024 og eitthvað sem heitir ferðamannaiðnaðurinn ekki lengur með eitthvað nýja, þetta bara komið til að vera. Og stjórnvöld, alveg svona hvort það í borginni eða ágætu alþingi sé ekki búin að sko breyta málum þannig að íbúar njóti vafans. Ekki þeir sem að mögulega, nú getur við farið svo að ég eftir 1 ára eigi allt einu hús með 2 íbúðum, það getur vel verið, en á ekki að vera auðvöld en að þetta, að eins og Pétur er búin að lýsa hérna ferlinu, að ég geti í raun og veru gengið svolítið rétt minna nágranna. Og ég ætla bara að nefna það með mig sjálfum. Við hliðum mér hús sem væntanlega með undir 90 daga reglunni. Fínir nágrannar, fínt fólk, en ónæðir talsveit ekki að því bara, það ekki praktísland, en heiminn á sumrin
þá vaknar hann 6 þegar fólk að fara í flug eða koma í flugi. Það ekkert að spá hvort það bílinn í gangi og opna bílinn 18 sinnum, sko, mörgum skellum, klukkan 6 þegar algjör dauð, þegar algjör þögn, skilurðu. Bara gríðalt ónæði, skilurðu, sem að, og eðlilega leigusalinn, hann skilur ekkert að töði í honum, skilurðu. Þegar við erum að, þetta bara pínulítið, hann eitthvað, þetta vissulega ónæði og það bara til skamma og það bæði við stjórnum borg og sérstaklega Viki að það hafi ekki farið, menn hafi ekki þorað að taka ákvörðun. Svo náttúrulega annar önnur hlið á þessu máli og það þeir sem eru komnir í útleigu á verðbúðum. Þeir sem eru að kaupa eldri íbúðir, oft misjöfnu ástandi og í nágrennum mig íbúð sem verður ca. 90 fermetrar, það 5 herbergi leigð út, það 30 fermetrar stofa og við leigð út á 180.000 krónur. Sem herbyggi? Já, cirka leigutekjur þessu húsnæði 750.000 á mánuði. Og ónæðið sem felst í því út með fólk inn og út, allir sólarhringsins og þetta fólk að erlendum toga sem vinnur á þeim tíma sem við viljum ekki vinna. Það kom heim á ókristallegum tíma, umgengni og það bara aftur. Það hreint með ólíkindum. Menn hafa ekki haft vit af því að segja hingað vel ekki lengra til þess að leyfa venjulega fólkinu, ef við hugsaum þannig, að njóta rafmagns. Takk. Já, sko, Sigrún, getur nokkuð sent bókunina á Guðni, getur fengið hann upp og hans skoða hana. Sko, það sem mér finnst að, þú veist, útgangspunkturinn vera, það nú í samtali við borgina, sko, að það ætti bara einfaldlega að setja víðar skilmála í deiliskipulag að þetta, þú veist, fyrir að draga úr þessu, sko. Ég er Guðni Bára. Það ég hafa til getur sér séð það. Nei, ekki fyrir. Ég ætla bara að skjáða þetta smá. Þetta þetta, þú veist, þetta ekki í uppalega hugmyndin svo góð, sko. Já. Eða þú veist, bara eitthvað, Og í rauninni, sko, þetta fyrirkomulag að venjulegt fólk geti leigt út íbúðina sína í eitthvað skamman tíma bara fín. Ég menn það ákveður þessu virkatekið fyrir fólk og að einhvern veginn að brjóta aðeins kúfin af þessum ferðamannastraum sem að annars verður hættir en það getur farið yfir. Ég líka bara, þetta löngu farið yfir strikið, sko. En það geta ekki líka bara fólk sem hefur, þú veist, bara komist inn á fasteignamarkaðinn með því að gera ráð fyrir þessum tekjum, sko, þú veist, geta heima á fólkum sínum, þú veist, gera hvort það sko, þú veist, og þannig, sko. Gott, þetta bara að meina. Sem svo þessum annars sjúkdómsreikinni. En svo líka, sko, svo ég haldi áfram að tala lagaumhverfið, það það þannig að þú mátt vera með, sko, 2 eignir í þinni eigu skráðar, sko, með rekstrarleyfi áður en það sko, borga eins og þetta sé, sko, atvinnutekjur, sko. Fyrir það þetta bara fjármagnstekjur. Þannig að í staðinn fyrir að vera með bara það sem þú ert með skráður lögheimili, sko, sem að myndi þá vera algjörlega eins og upphaflegi tilgangurinn með þessu að jú, ég að fara út í 3 vikur og leigja út á meðan, sko, að þá, þú veist, get ég verið með eina eign þar sem að ég að leigja út 90 daga fjármagnstekjur, sko, og síðan með rekstrarleyfið, sko. Já, sko. Já, mér finnst þetta fín bókun, fyrir ekki að taka á það, mér langar bara að vera bylta, sko. Já, ég eiginlega samanlega eftir umræðum. Já, ég bara, já. Hún fýrar upp sjálf. Nei, veist, erum við ekki flest sammála um þetta? Ég er allir sammála um þetta. Það er bara Komdu með textanum. Sko, ég myndi í fyrsta lagi vilja segja ég og hagnaðardrifna leigufélaga. Því að óhagnaðardrifnu leigufélagin held ég ekki vandamál, sko. Erum við sammála um það? En sko, eru eignir í eigu hagnaðardrifna leigufélaga það vandamál sem við myndum? Eða hvernig tengist það Airbnb? Leigufélag sem bara að leigja út á Airbnb. Já, sem að, já. Má kannski bara sleppa þessu, sko, hvort að Airbnb íbúðir bara cover þetta. Já, það ekki. Það dekka það bæði, það þessast, já.
Ég hafði líka þetta með eigu leigufélag, þegar maður er svo mikið með þessi leigufélag og eins og bara upp í túnum, þar var heilt hús. Ég bara spá hvort að bæta við einni efnisgrein sem segir bara að nauðsynlegt að það ljóst að ferðamannaiðnaðurinn komin á ákveðin stað. Hann er ekkert að vera að minnka eða þannig að verða svona statístyrkur sko. Að það er nauðsynlegt að yfirvöld taki tillit til þannig að sko, þetta bitni ekki á íbúamenningu með tilheyrandi ónæði og það er ekki sjálfsagt að allar íbúðir geti verið endalaust leigðum með fólki sem er að koma og fara öllum dögum sem hefur svo aftur áhrif á leiguverð, sem hefur svo aftur áhrif á fólk sem hafa ekki mörg komist á fasteignamarkað, geti ekki, þannig getur klampa þessu saman. Ég meina, ekki bara í grunninn, það sem við erum að segja að þetta hefur óheilbrigð áhrif bæði á fasteignamarkaðinn og hverfisbragði eða svona að segja. Það er ekki svona í grunninn að hverfisandla. Mikilvægt að stjórnvöld Reykjavík grípi til. Það er staðið. Mjög lofað þeir. Það var mjög lofað. Bara svo vantar bara punktum mikilvægt að... Já, ég er bara að grípa þetta áður en ég gleymi þessu. Bættið aftast að fjöldi Airbnb íbúða hefur neikvæð áhrif á fasteignamarkaðinn og hverfisanda við borgarna. Bara svo þessi komin á blað og aðeins gleymast. Ég er svo mikið fyrir. Þessi bókur finnst mér að vera farin að blanda tveimur hlutum saman sko. Airbnb og síðan sko orðnaðartryggnum íbúðum í leigufélag. Við erum að tala Airbnb íbúðir sem eru eingöngu leigðar út til ferðamanna. Það eru hagnaðardrifin leigufélög. Já, en svo er alltaf líka til hagnaðardrifin leigufélög sem leigja fjölskyldum sem búa. Við erum að tala það, ég skil ekki þannig. Við erum sko að tala íbúður og leigumarkið þannig að þessi skilfilm með staðar, það og við bara allar íbúður líka, það og bara við. Ég er svona sammála sú setning á ekki endilega heima þannig sko. Ég er endilega. Má sko... Þú mátt laga þér svo vilt. Sko, má þetta fara út ykkur ósegju eða eitthvað? Já. Út að Airbnb íbúðir cover þetta? Já, Airbnb íbúðir sem eru eingöngu Airbnb. Því að, þú veist, ef þú ert leið 2 vikur á ári og fórst í útlanda þá er hann Airbnb íbúð, eða? Ef við getum frekar að segja sem eru í eigu hagnaðardrifin leigufélag, þessi setning, veist. Gera athygli á háu hlutfalli á sem eru í eigu hagnaðardrifin leigufélag. Við erum ennþá að hugsa ég er ennþá að hugsa íbúðana og ég ætla að segja passum það. Og leigjendurnir, sko, því að þetta er fólk sem er með börn í Austurborg og það er bara... En menn sko, næsta setning, íbúðar og leigumarkaðir tala að þessi skýr fylgni milli slagrekstur, leigjenda og ofurhækkana á húsaleigu og þurfum að tengja þetta við Airbnb íbúðir. Já, þetta er alveg úttengt því eins og þetta þarna. Þú veist, þegar hún ert að meina þarna sko að þessi tala skýr fylgni milli sko slagrekstur, leigjenda, ofurhækkana á húsaleigu og hlutfalls Airbnb, eða skilur þú? Það hækkar svo leigan af því að það dreifir áfram að útlendingar leigi. Já, vegna Airbnb íbúða. Eða vegna hás hlutfalls Airbnb íbúða. Ef þú leigir Airbnb, þá færðu kannski 5 sinnum hærri tekjur á mánuði heldur en þú leigir. Þú veist, núna passar þessi setningan inn í sko. Já, akkurat. Já. Ég er ekkert að meina þá og það sem er að heyra það sem er gapandi er þetta að þá er fólk að flytja út á sumrin til og hvert á það að fara. Og svo fer það aftur íbúðum hausti. Já, þá að vera að nota þennan 90 daga glugga til að leigja. Antalið er eða galið að sé ekki skattlagt miklu meira. Þá fær það miklu meira í tekjur, það er líka vera bara 15. Það sem að kalla líka eftir. Það er visslega góða í þessu frumvarpi sem er framkomið að fara á að hækka þetta upp í atvinnutekjur sko, en ekki Það er ekki það framsæð bókun ráðsins eða fyrir bókun íbúðasamtaka. Við erum svona vinn ég að gera þetta bókun ráðsins. Já, það er á að hluta með. Þú talar svo okkur það. Sko,
Ég vil alltaf... Ég að passa innihaldið, sko, en já, við heyrjumst alveg vera á sama línu, afsakið. Já, ég vil alltaf koma með, sko, tillögu að viðbröðum, sko, þú veist, en ekki bara benda á vandamálið. Þannig að, þú veist, mér langar að setja inn setningu, sko, íbúðarráðið hvetur borgaryfirvöld til að setja frekari takmarkanir í deili og eða hverfisskipulag. Já, akkurat. Hvað þetta var. Skilmála. Já. Og ræða við ríkið vantarlega kannski líka, eða eitthvað þess að það, ég veit það ekki. Bara þrýsta á ríkið. Ég heldur sem bara að tegja okkur dálítið. Þú veist, þá var spurningin að bjóða sig fram. Það er ekki að setja bjóða sig fram til forseta. Það er náttúrulega bara... En ég sem veist, já, varðandi frekari takmarkanir á fjölda Airbnb sem takmarki takmarki frekar. Frekari takmarkanir, er það ekki bara Airbnb íbúðir? Jú, á Airbnb íbúðir. Já, bara frábært. Ég var að spá, hvernig getum við komið? Þú sátt með þetta svona eða eitthvað fleira? Ekki komið. Já, þú setja þetta reyðikall með hennar slett. Það var svona fyrsta skrif. Hvað segir þú? Ég svona fyrsta, já, við erum að ræða þetta og svo við erum að taka afstöðu. Er þetta gott svona? Já. Ok, til lagkvæðis. Íbúðar... Hvað segir þið? Ok, já, saman í þannig. Ég náði að lesa þetta. Einbróma. Alright. Herru, Sigrún, þú ert líka með nummer 6, lókusöknum 5, förum í leið nummer 6, plast- og pappagámar við Hallgrímskirkju. Þá er ég með fyrirspurn að voru plast- og pappagámar við Hallgrímskirkju og þeir hafa verið fjarlægðir og stendur til að setja gámar upp að 9 eða hafa verið fjarlægðir til frambúðar. Og síðan var ég með textaði að rusli liggur víða á svæðinni í kringum Hallgrímskirkju því að íbúðir það eins og litla tunnur og útlendingarnir, ferðamennir ofta að stoppa bílana og fara að þæma bílana. Og yfirfullar sorptunnur eru algeng sjón, auðvitað ætti íbúum að losa sig og það þarf auðvitað íbúum líka að losa sig við rusl sem kemst ekki tunnurnar á heimili. Og það sé ég líka að spá í því að alls þurfum að ferðast með rusl á næstu móttökustöðum. Þannig sá ég líka að við getum labbað út á Klambartún. Það er plast- og pappagámar. Það er komið, já. Þannig að... Eðalótt fullur. Já, ok, þeir eru oft fullir, já, það vinkir, já. Þannig að ef ég kemst ekki plast og pappa, þá þarf ég annars að fara út á Vesturbæ eða þá Landnáðna. Og ég segi það íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur og óska eindrétti því að gámarnir verði settur aftur. Þú sem vill eitthvað tjá sem þetta? Ég bara fyrir spurningu getum staðið að baki Sigrúnu við hérna. Senda þetta á Gunni. Það sem vorum að ræða á seinasta fundi að pappírs og plast eru farnir eitthvað svona stærri. Þannig að Hallgrímskirkja flokkast undir sem minni. Ég vissi bara hvernig við komum með þetta. En þú veist bara... Þeir eru að endurgera, breyta þessu. Endilega einmitt að skoða það að þetta sé leiðrétt þarna á Hallgrímskirkjusvæðinu því að þetta væri alveg rosalega vitlaust að taka í burtu þennan möguleika. Ég veit að í Hlíðunum að það sem er tekið í burtu pappír og plast, það er mikið snyrtilegra núna þar. Já. Það er Suðurleið þá? Já, Suðurleið og stafinn líka sko. Hvað er þetta? Er það bara gler? Já, gler og mónar. Ég var ekki búin að senda henni. Það er alveg allt annað að sjá, allt svæðið þetta í kring og líka í Eskihliðinni. Þetta er það fólk þar. Eskihliðinni er mjög svolítið. Ég noti þetta ekkert. Það er ekkert, þetta er bara, þú veist, þið erum bara að segja mig fréttir, sko. Þú gaman svæðið? Mér bara rámfið þetta á það. Það er svona nokkur tíma, þetta er mjög vinsælt
28. desember, alveg En ég fer bara gler til dæmis, af því að maður getur sett þitt bara í húsnæðis gaman. Kom með. Mér finnst það bara svo gaman að láta krakkana mína velta með þetta út ef þið keyptið þetta, þá getið þið farið og skilað þessu líka. Þú græðir tíma. Þú tekið hrættur við barnavenda á Það lítið eftir, sko. Já, ég held að Núna sérstaklega þegar þau komið á Klambratúnir, sko. Ég krakkana mína hanga. Þetta væntanlega fyrirspurn til umhverfis- og skipulagssvið. Það ekki úrgangsmálunum eða eitthvað? Jú. Og þetta þá fyrirspurn ráðsins á greinargerðinni. Eru ekki öll sammála þessu eða eitthvað? Jú, ég sagði. Já, ég sagði. Já, sammála. Sigfús er hjá. Nei. Allir með. Nei. Glæsilegt. Færum okkur þá í númer 7. Það er þá Samúel aftur kannski byrja á að segja hérna að það er þarna fundur 4. maí með, hvað heitir þetta? Ekki annan maí, klukkan 2. maí. 10 til 12. 2. maí, já. Hvað heitir þetta? Markaðsstofa höfuðborgarsvæðisins framtíð Hallgrímskirkjusvæðisins. Vonandi að berja eitthvað með rúturnar þar. Já, ég ætla að mæta. Ég ætla að mæta líka. Þetta sé nú ekki góður tími fyrir vinnandi fólk, en það er hvað en já, bara að opna á því. En ekki að þeir orðið, þú Já, þetta var bara eitt af það fór inn í meirihlutasáttmálann að vinna að nýju einhvers konar skipulagi, að fara í einhvers konar skipulag samkeppni umhverfi Hallgrímskirkju og svona með einhvers konar, já, hvað maður að segja, einhvers konar, að gera sæði bara betra og vistleira og meira torf og kannski ramma eitthvað inn betur með einhverjum, leyfa einhverja byggingar mögulega, skilurðu, sem gæti verið með einhverju lifandi þjónustu og jarðaði kannski staðar. Og þetta fór inn í meirihlutasáttmálann, en það einhvern veginn það svona bólar ekkert á þessu, sko. Nei. Þannig að mér datt í hug hvort að ráðið gæti svona eitthvað stjakað við eða svona, bara sent einhverja löglétta áminningu í. Já. Og Sko, ef ég man rétt, þá var þetta líka inn í betra hverfi eða inn í kosningunni. Það var svona bara alveg heildarsýn fyrir. Já, ok. Sem tengdist aftur svo rútuumhverfið. Sem tengdist svo aftur, þetta var ekki síðasta kjörtímabili. Tengdist þetta, þá voru að byrja að berjast fyrir rútu, af því við vildum fá þetta inn. Já, ok. Það var áhugavert, En svo þetta, sko. Bara pæla hvernig væri best að gera þetta, sko. Já, þú veist, ég held að Það var svona hugmynd að gera vist, bara eitthvað vist, hvað heitir það? Vistsvæði. Já. Vistgötu, en sko, það átti að gera bara garð. Svona grennsvæði, út frá safninu Einari og þannig, já. Og þannig tengdist það aftur minkandi rútuumhverfi sínum tíma. Var ekki Pavel búinn að teikna eitthvað tímann sjálfur eða hvað var, sko? Já, ég veit ekki Pavel, sko, en það var allavega, það hefur oft dukkað upp umræðinni, alveg, mitt okkar, sko, mín og Pavel, gera eitthvað þarna, sko, en þetta er svona, í rauninni, sko, það, aðdragandinn að því var bara fyrir, sko, 20 år síðan, sko, þegar ég keypti mér fyrst íbúð í miðbænum og þá voru arkitektar, það var einhver viðburðir arkitektar að teyma íbúa hverfið. Og, ég man sérstaklega eftir því að það var einn arkitekt sem fór með okkur upp á Hallgrímskirkju, fyrir stóð það fyrir framan og sagði, sko, ímyndið ykkur að þetta væri, í Milán, þá væri, sko,
þá værum við með svona kransa fallegum byggingum umhverfis Hallgrímskirkju þar sem fólk við sæti á torgum og drengi kaffi sitt og eitthvað skilur. Hérna bara berangur og bílastæði eitthvað og sat alltaf í mig, sko. Þannig að hugmyndin ennilega frá þessu góða arkitekt sem ég man ekki var, sko. Já, mér finnst þetta sko vera það svæði í Reykjavík sem með mesta potential. Já. Þú veist, ég held að allt væri... Alltaf í miðbænum. Já, algjörlega. Þú veist, ég held að allt væri betra en það sem núna gott sem, sko. Og hafði ekki séð svona fyrir og eftir myndir af, þú veist, svona frægum kirkjum og eitthvað svona. Þú veist, það er svona 1960 þá er það bara eitthvað svona bílastæði, bara Vatíkanið er bara bílastæði, skilur. Og síðan, þú veist, í dag, sko. Og við erum bara ennþá 1960, sko, kirkjustæði, sko. En, sko, getum við sendt fyrirspurn á borgarráðið með það? Það maður hugsa aðeins, ég bara að fletta þig upp. En það ekki annars bara... Gerða bara svona heimís. Skipulags það er ekki á skipulagsfulltrúa eða umhverfissvið eða eitthvað svoleiðis. Við myndum væntanlega að senda bara á umhverfisskipulagsráð. Já, sem að myndi það senda áfram. Ég held að það sé góð leið. Ok. Er það ekki bara eitthvað sem við viljum gera? Spyrja hvort og hvað sé að frétta þetta sé í meirihlutasáttmálanum? Já. Hver staða á þeirri vinnu sé? Já, akkurat, eitthvað svoleiðis. Er ekki hjálp bara að koma rútunum út? Hvað segir þið? Er ekki hjálp bara að koma rútunum í burt? Já, það var alltaf þetta að hafa fallan garðan og rútur, sko. Já, það er alveg gali, sko. Ég veit ekki hvað þið tóku eftir. Ég get sendt þér bókun, draft eða vilt. Hvað sagðir þið? Ég get sendt þér draft af bókun eða vilt. Já, takk. Því ég að lesa reglurnar. Komur í einn krappan hana? Já. En ég veit inn í þetta tók kannski eftir á Facebook-síðu miðborgarsíðunni að þá var sett inn myndir núna í vikunni af rútunum sem voru sko lagðar bara upp á gangstétt á Eiríksgötunni, bara svona þverskurss komst bara ekkert fyrir og þetta er bara svo algjört. Það ætti eiginlega að vera bara alltaf fyrir okkar degi. Það er alveg tíma stekja að vera með rútunum. Það er konar rútur sko í Hlíðarnar sem er bara geymdar. Hvað er það geymdar? Veginni fyrir neðan Stigahlíðina til dæmis. Þar kemur öðru púru rúta sem var bara... Veginn fyrir neðan Stigahlíð? Já, Stigahlíðin inn í Bogahlíð. Já, ok. Svo er annað, svo er hann á minni rútur, sko. Það eru alveg 4-5 svona litlar, 6 segir að við meðum ekki frá með borgarráði ef það er viðandi. En það er lagt til með að leggja fyrirspurnir í þeim ráðum sem er með valdsvið yfir. Ok. Málaflokkum. Það er Dóra. Ok. Ég held að það er rétt að leiðið. Já, gerum ekki baks. Ok. Þið hafið réttindi að leggja fram í borgarráði. Nei, förum lengur leiðina. En segir í meirihlutasáttmálanum, sko... Við fáum ekki svar. Segir meirihlutasáttmálanum við ætlum að huga sérstaklega lykilsvæðum í hverfunum, við ætlum að... skoða umbreytingu á svæðinu kringum Hallgrímskirkju í nýjan hverfiskap. Já, frábært. Kjörtímabilið fer að vera hálfnað. Ég set nú alveg að kveikja á einhverju maskínu. Það er bókstaflega að planta fræjamann. Já, akkurat. Ég var til dæmis vör við á Barónsstígnum að þar bara stoppaði rúta og hleypti út heilli rútu af þú veist fólki. Það var bara stopp á götunni í svona ákveðan tíma, sko. Meðan allir voru að fara út og bara bílar þurfti að taka fram úr, sko. Og ég var að spá hvort þú maður spara sér að taka veginn upp á Hallgrímskirkju, því það er svo mikið þar. Það var bara stoppa á, þú veist, á Barónsstíg við, Hvað var það að stoppa? Bara við Leifsgötu. Þannig að gangbraut, bara stoppaði hérna á gangbrautina. Já, Fyrir framan gangbrautina einmitt, svo er bara gangandi fólk, eða þú veist, það krakkar í skólan og það var eitthvað eitthvað. Gæti verið, henni hefur hóp að annað B47 og það stoppa neðar, sko. Stoppaði mér ekki. Sko. Það er hótel, sko, það er ekki sniður. Nei, já, þetta var orð. Já. Við Leifsgötu. Það er eitthvað voðalega lítið.
Já, ok. En ég þarf líka að segja samt fyrir út þarna og segja þeir stoppa barátinu. Nú er verið að byggja leikskóla. Já, það er bara byggt þar. Já, ég segi það. Það er að koma 7 og 4. Og ég ætla að segja, við höfum það bara áfram með öryggi hafnun okkar. Við tökum þetta nú mætt. Og þetta er líka, þessi gámaleikskóla, þetta er miklu stærra en ég held sko. Ég fekk áfall. Það var bara svona, ég sést ekki lengur í verðarskóla, þetta er bara blokkar. Ég fór að skoða málið. En ég hef sagt, þú veist, bara að við höfum það líka, við vorum með fyrirspurnarnætti í verðandi verðarskóla og það kom svar að þetta myndi ekki hafa neinn áhrif á lóðina, en þetta er bara öll lóðina er farin. Ég fletti hann tilbaka og erum með. En mér finnst sko umferðarþátturinn eins og þetta er nú ekki fallegt, þá er umferðarþátturinn eiginlega stærri því að þessi fjöldi í mikið þessu auðvitað býr eitthvað fólk í hverjunu, já, það er því en það fólk að fara þá kannski á bílum ég veit ekki hvernig svo var með umferðin með tækniskóla og mátt ástæða. Já, og svo erum við strætó þarna og svo erum við það út. Já, ég það segi, ég er bara alveg bón. Og það er stuttandi veisklun og komið í nú, þannig að það er bara 1,5 ára. 1,5 ára? Það er mjög stutt. Já, það er stundum. Ég las það daginn. Það er mjög stutt. Þetta verður bara yfirst. Fórstu inn á svæðið alveg, inn á milli gammana? Nei. Ég labbaði bara götun og svona. Sko, þetta má vera... Ég var með það. Ég labbaði millinga og hvort það náðu alveg alveg. Já, það bil frá. Það er eitthvað bil. Það er á garðinu að koma. Já. Getum tekið gammalt mál. Við erum kannski að gera það næsta fyrir. Samúel, viljum við bóta eitthvað í þessu kjörnjumbili síðast hálfnaði eða? Extra náldi. Sleppa ég veit það ekki. Ok, þetta ekki bara nýtt með það eða eitthvað? Jú. Greina gæti með líka nála það saman. Já. Það er ekki talað þess að skipla samkeppni í sáttmálanum? Nei, þetta er ekki svo. Nei, það er áhugt. Já. Má ég fara? Nei. Það gengur ekki. Sorry. Afsakið, ég þarf að fara. Var ég búin að satt ekki það? Já, herðu við. Ætlansáttur. Endilega. En hann er eitthvað næst að tala umferðar og hverfsmyndu? Já, ég treysti þér alveg. Ég samþykki. Tók þetta í, þú ætlum að segja já. Svona. Öll samanlega. Allir. Já, bóklaði þér. Þá máttu bara Bæ. Ég veit alveg hvað það finnst mér eftir að mála. Já, ég bara kýs fyrir þig. Ég ítti á toppakkana sem ég. Sko, við hefum 13 mínútur eftir. Þú fyrir að tala hratt, loksins. Nei, þetta er alltaf lægt því að það er gott sem ekkert eftir á fundunum út af því, sjáðu til. Sko, við erum ekki alveg farin í leið á þetta út af því að, sko, ég hef ekkert meira heyrt frá Söndru sem er með lið 9 og 10 til umræði. Þannig að nema hún birtist hérna á næstu mínútu eða svo, þá ætla ég bara að leggja til við frestum sem liðum. Svo liðir 11 og 12, sko, fresturinn á þeim báðum er til 28. og 3. maí og næsti fundur okkar er 23. maí. Þannig að, sko, ef við viljum, þá getum við líka fresta því og þú veist komið með tillögu, sko, að einhverju umsögn á þeim fundi eins og við höfum oft gert og ég bara skilja einn þá fyrir miðnætti, sko. Þannig að við erum alveg í góðum mál, engar áhyggjur. Ég veit alveg hvað að gera hérna. Já, eru þið búin að skoða þetta aðeins? Já, en af því sögðu förum þá í lið 8. Fyrir öryggi á Hverfisgötu. Sigrún, þú lagðir þetta til. Já, þetta er gamalt mál frá okkur sem voru með 2021 og 2022 þegar það fór fram umferðarhraðinn. En hérna fyrirspurn, óskar eftir upplýsingum frá umferðarskipulagsstjóra frá hvaða umferðaröryggisaðgerðir eru fyrirhugaðar við Hverfisgötuna þegar kemur að öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda.
Svo var ég með greinargerð, íbúar hafa sérstakar áhyggjur af öryggi barna sem þurfa að fara yfir Hverfisgötu í Tómhildarskóla Reykjavík við Lindargötu. Við með þetta áður snilkað upp sem var barna sem búa neðan við Hverfisgötu og þurfa að fara yfir hann á leið í Austurbæjarskóla. Sérstaklega bent á skrotta gangbrauta ljósum í þessu sambandi og þegar við sendum þetta 2022 þá fór fram hraðamæling. Hraðamælingin var framkvæmd í mars-apríl 2022 og kom í ljós að mældu 85% hraði var 42 km/klukkustund og 53% ökutækja mældust á hraða yfir 30 km/klukkustund sem leyfilegur hámarkshraði. Mér langar bara að vita hvað þetta var í stað. Þú forvitnaðist nú það? Já, ég sendi fyrirspurn, sendi óformlega svona tölvupost og bara mér hefur ekki borið svar. Pröfum ekki að leggja fram formlega fyrirspurn? Jú. Þá sendi þetta til þér. Ég myndi vilja ég vil legg til að þú notur orðið ítrekka af því að með vísun í það sem við erum að ræða aftur það sem við gerum þetta 2022. Sendið þér ekki fundargerðina á svona tíma sem að fjallum þetta gæti kannski bara tróðið inn hvenær við ætlum þetta nákvæmlega sko í fyrirspurnum. Og ég senda Guðni þetta eða varstu búin að senda þetta? Þú senda Guðni þetta? Já. Ég átti fundi í þetta að finna ekki. Ég var með henni í Facebook, ég geti... Ég var búin að senda ákveðin í tíma. Það var alls. Samt það svo undir. Þetta var bara rætt. Já, það var kall eftir. Ítrekað. Ítrekka? Já. Það er gott orð til það. Ég meina að þetta bara copy-paste sko. Við erum bara að tala sérstaklega í vísendasti gattunót. Í vísendahraðanum þá bara ítrekka. Er ekki verið að endurskipuleggja Hverfisgötuna bara með borgaríkjum? Jú, þú veist, það mun vera endurhönnuð bara algjörlega sko, en þú veist, það er samt alveg hægt að gera nokkuð ódýrar en effektívar leiðir til aðeins bæta öryggi annars og þú veist, það er búið að kalla eftir þessi nokkur ár sko. Það verður með grein. Þetta hefur líka verið umræði hjá okkur það þegar það er verið að hanna Hverfisgötuna að það þurfi að hugsa hvernig ætlar að vera með umferðaröryggi til krakkana á meðan það eru framkvæmdir í gangi. Það þurfi að vera læðandi eitthvað kerfi sem við getum fært það fram og tilbaka. Við erum búin að ræða þetta. Skildi. Gangandi hjólum. Já, gamla fólkið. Í Paradís. Já, ég var alveg svona snekka gamla fólkið eins og... Það máli bæta það. Svo vil ég hafa í greinargerðinni dagsetningarnar á... Já, það væri mjög gott. Já, Það er ekki sem láta þig hérna vinna við okkar dóttarfundin. Við erum bara svo ofinni hugmyndafrjó eitthvað þessum fundi að hérna bætast eitthvað við sko. Það datt ekki í hug. Greinilega hérna svona byggjum hvert annað upp þannig að við erum svona sterkari saman heldur en þegar við megin okkar hoppundar brjóð. Mæna sjá. Takk fyrir þessu. Minni fundarstjóra á 7 mínútur eftir að fundinum. Já, ég hef engar áhyggjur. Ég hef ekki vont af áhyggjum. Það er engin fyrirspurn þetta sem kom borist inn á YouTube-bæknum að það var. Bara þess að það er Hverfisgötu. Ég held að það var fínt svo ég notaði gömlu bóknir en svo má það er aldrei að rýpa og fyrir neðan, þeir eru líka að tala þetta. Ég fór náttúrulega ammali Hvitatangi síðustu viku. Já. Það kom þetta með hann svo. Já. Og 24. mars, hvað sem það? Það getur vel verið. 2. mars 2022.
Viljum við ekki, viljum við ekki segja bara eftir síðustu setningunni í greinargerðinni, íbúaráðið ítrekar fyrri afstöðu sína frá fundum dags. Það ekki... Það er rosalega góður í þessu. Já, hann var 27. október. Við höfum ekki tíma til að ég sé lélegur í þessu. Það var 27. október. Fundum því Svona. Ok, erum við öll sátt við þetta? Já, 22. mars, þetta rétt. Hvar ítrekkunin? Það kemur hann alveg í lokin, íbúaráðið ítrekar fyrri afstöðu sína frá fundum ráðsins. Já. Erum við sátt við þetta? Já. Sí. Glæsilegt. Heyrðu, þá ætla ég að leggja til að liðum 9, 10, 11 og 12 verður frestað fram á næsta fund, nema að þið sé alveg að brenna inni með eitthvað varðandi þessa liði. Horfum ekki sérstaklega á manninn sem ekki með öllum fundum, en annars getur þetta komið áfram á Geir, Já, ég kemur bara áfram með Geir, þannig að alveg með þarna fjölskylduna. Ég ætla þá að fara í 13. lið Málefni hverfisins, eru þið með eitthvað þar? Nei, þetta er gott, ekki með nýtt svona sem ég. Ég horfði bara beint á þig sem hús. Það er ekkert. Ekkert alls að komið. Nei, ok. Eitthvað annar? Eitthvað? Við vorum með aðalfundi síðustu viku. Já, herri, ég var líka með þetta. Og með nýja stjórn. Ég var endurkjörinn sem formaður. Frá formaður? Herri, ég enda með 3 hluti sem ég ætla að segja. Nei, ég er búinn að segja það. Annars vegar að næsti fundur hjá okkur nú þegar orðið nokkuð þéttur, því við erum bæði með fjárfesting og viðhald áætlunina, og ég kannski bara bendi ykkur á að leggjast yfir það sem allra fyrst, þetta alltaf viðamikið, og maður þarf bara að gera heimavinnuna sína, ef maður ætlar að vera effektífur í þessari umræðu, Ágættu forvörðin, þegar við komum að þessu, þá var tekin oft, þá hittistu aukalega. Já, ok. Þá tekin maður upp og hittist þeirra niðri, þá hittistu bara, tóku við sérfund þetta, ef það væri eitthvað. Þá varum við búin að setja okkur fyrir ef það væri eitthvað, svo var hist og farið yfir þá punkta, þannig að þá vorum við búin að einfalda þannig að fundin ekki svona stóra mikill. Það er bara góð pæling. Í verkfærakistuna. Góð pæling. Og svo erum við líka með hverfisjóðum á næsta fundi. Já, við kannski miðum á að gera þetta. Ég reyna að finna einhverja hentuga dagsetningu svo getum hist og þá sköpum okkur smá andrými til að ræða eitthvað annað líka. Ég held með þess að einhvern tímann eitt árið gerðum þetta, hún enda að taka 2 fundi af því að sumir komist auðvitað ekki komist ekki öll, en þetta er bara 12. Ok, og síðan ætla ég líka að nefna góða fréttir sem að Guðni færa mér, að það er búið að falla frá því að færa Eslabelginn á knattspyrnunni, sem að hefur greinilega einhver áhrif þegar við rífum öll kælt saman. Stóð það til að vera að færa? Nei, það er Strandblaðvöllur að vera áfram sem stað. Þar til að hreyfisvæðið er tilbúið og Eslabelgurinn kemur við hliðina á. Já, ekki að kært. Frábært. Þannig að það verður ekkert tekið af til þess að setja við. Það var líka skrítið. Það er nefnilega góða við íbúaráðinu ef maður fær þessa nærfættingu. Ég er bara labbanandi en bara enn og aftur af því að ég gerði athugasemd við var frisbygólfi og hefði þó kjána að vera með börn þarna í frisbygólfinni í náttinu því þetta er með einn braut og ég er bara með kannski 10 metrur frá og svo með börn og hlaupandi í kringum Algjörlega. Það er stundum mjög erfitt á með frisbygólfi. Gott að heyra. Erum við með eitthvað fleira? Nei. Er ekki næstu fundur miðvikudagsfundur líka? Farið þið þannig líka til eða? Ég held. Gæti. Hvað dagsetning? Ég pinnaði þetta á
Facebook síðu íbúðaráðsins daginn. Næstu fundir bara fram að sumri, sko, svo fólk geti það þarf að skamma mig fyrir að auðvitað eitthvað sem, en maður sjá, ég get flettið upp, Ég veit fyrst á það. Ég sá þetta, ég held að... Næstu fundur 23. maí. Sunnudagur. En herri, ef það ekki fleira, þá segi ég fundislitir 18:29, við getum það úr streymi og þá þurfum við að skrifa undir fundir. Ok, nefnilega ekki það, streymi. Það búið að búið okkur á fund 29. bara mánudaginn,